Það held ég, kæri hlustendur, klukkan orðin 4, Mötley Crüe komnir á fóninn og FM 95 Blö hafa hafið göngu sína þennan föstudaginn í beinni útsendingu frá Ólafsfirði. Veistu það eitthvað öðruvísi við það að vera út á landi í beinni útsendingu. Ég veit að núna til dæmis erum við með glugga og við sjáum veðrið. Já. Ekki það að hjálpa fólki í bænum að segja hvernig veðrið Ólafsfirði. Nei, við erum ekki inn í gömlu góðu rottu hólunni, inn í stúdíónu, FM-stúdíónu. Já, nú erum við bara í sunshine. Já. Og minna, þú smittast það veðri. Já, ég hef alltaf sagt það og það vita það flestir. Ég fungur eftir veðri, ég að horfa hérna út og það sól og sumar, það glampandi sól á Ólafsfirði. En ég verð samt að taka fram að ég í úlpu því ég hérna úti. Það eitthvað Þetta gluggaveður. Það eitthvað asnaldur við það er heiðskýrt, glampandi sól og þér kalt. Ég verði samt að byrja að spyrja Steindi fyrst að þú ert nú byrjar að tala, ekki fyrsta sinn sem þú hefur tal hér í þessum þætti. Hvernig ertu? Ég bara fyllandi góður og fróandi fýtt. Ofboðslega gott að heyra. Við hliðin honum situr vaxtarræktar frumöðurinn Egill Þykki Einarsson eða hvað sem hann kallar sig í dag. Hvernig ert þú, Störi? Ég hef líklega bara aldrei verið betri held ég. Jó, einu sinni. Já, fyrir utan er geggjum beisundir. Fyrir utan það hef ég aldrei betri. Við komum alltaf inn á hann beisundir í hverjum einasta þætti. Það eins og sjá leiðin aftur til landsins. Þú sett alltaf að pluggunum. Ég vona að koma aftur. Ég ætla að vona það. Það eitthvað, sko, við eigum að gera meira af þessu. Reynda, við vorum Ólafsfirði fyrra líka. Það náttúrulega hérna sjómannahelgin, sjómannadagur á sunnudaginn. Og það mikið gert úr þessu Ólafsfirði. Ég meina, ég og þú verðum með það fram á mánudagsstendi. Tveir. Og við eigum samt að gera meira af því að fara úr stúdíónu og fara svona interakta og vera bara live. Við líka bara sagt sveitamann núna sem að hlusta, bókið okkur bara í bæinn ykkar. En eða hlust. Bókið okkur, þetta flókið. Eða hlustendum. Ég meina, akkur ekki bara vera heima hjá einhverjum hlustanda sem hefur gaman á okkur. Ég verður bara inn í herbyggi hjá hann. Bara inn í einhverjum úlingaherbyggi. Já, við erum til, við erum klárir. Það eru úlingar það eru úlingar í grasinu. Já, vinna, þau eru að hlusta. Að raka gras. Þetta minnum á það þegar ég var í úlingavinni. Tjöfut var það gaman maður. Já. Það var ekki, sko, þegar ég var á þeirra aldri í svona flíspeysu upp í brekku að raka í Grænuklauf, þá það ekki einu svona fallið á mig lán. Í Grænuklauf? Ég lék við mig, sko. Ég yfirleitt gróf eina stóra hólu og hendi öllum plöntunum onni hana og gróf svo bara yfir hana. Þú sáu mikið. Já, og svo var ég bara búinn snemma og... Í Grænuklauf? Já, maður upp í Grænuklauf og Sauðárkróki. Við keyrum í gegnum Sauðárkrók þaðan. Sérstakt nafn. Það var æðislegt. Þetta er sérstakt nafn. Það Sauðárkrókur? Nei, Grænaklaufin. Já, bara Grænuklauf. Sérstakt. Þið keyrið í gegnum það? Já, krókinn hann. Það var besta við að keyra hingað á Ólafsfjörð. Öllu grínsleiftu. Þeir sem hafa kannski verið að fylgjast eitthvað með snappin okkar. Við erum inn á snappinu FM 95 Blö. Þetta bara, þetta var fárlegt auðvitað. Sama hvar við vorum að keyra, þið fannst allt svo merkilegt einhvern veginn. Við erum að koma inn á krókinn, sérðu þennan fjörð hérna, þarna Drangey, þetta sér allt í Arangi var sitmöppuna mín á hverjum degi, sko. Sko, ég sagði ekki þarna Drangey, ég spurði Steinda, ok, það eitt að vera góður á að bláu í Trivial, en að vita ekki hvað Drangey er, hvað er þessi eiga hana? Hann bara, hvað ertu að tala um að kletta það? Já, þetta var ekki eiga, þetta var bara drasl, Egill, ég er að segja þér alls að, þetta var óþolandi og hann keyrði með mig spes, það tók svona kortir að keyra út, sko hann þurfti að stoppa, við vorum að leiðina Ólafsfjörð, nei, hann bara tók einhverju U-turn, keyrði með mig upp á okkur að hæð og sýndi mér það sem hann var einhvern tímann í Ástason. Já, útsýnispallin. En málega er ekki að hann átti heima þetta í 24 ár, sko. Nei, ég átti heima þetta. En þú átti heima, Steindór, í einhverju hellhole í 24 ár. Fyrir utan það, þú ert komin norður. Já, ok, lemur orða þetta. Ég tek undir þetta. Ok, nei, þetta er orðað þetta villust. Segjum þú, Steindór, þú kan segja teim og ruslahaug í 20 ár. Nei, bara, þið myndið fyrir þetta merkilegt og þú kemur 10-15 ára sen. Nú tegið þú, Egill. Þú lest mig keyra þarna á einhverja hæð og varst að tala um að það hefði verið einhver ástasorg. Já, ég sagði einu sem fara að grenja þarna. Já, þú varst að grenja þar, en svo sagðir að það hefði verið ástasorg. En þú varst allavega komið bílpróf, þannig að þú hefði verið allavega orðin 17 ára þegar þú varst grenjandi þarna. Akkur hann grenja þetta? Hvað er að gerast þetta? Þetta var bara erfiðu tími, það var foreldrarnir að skilja og nýbúið að lóa snottast hundunum mínum og svo maður hætti með kærustunni. Hverju var lóað? Hundunum mínum. Hvað hétt hann? Herri, ég ætla að vera í stuði þessu þætti. Hvað sagði hann? Snottast? Hann hétt Snottas. Byrju, var hundurinn lóað og foreldrarnir skildu allt í sömu vikunni. Og þið var dömpað. Þetta var ekki 50 dagar, 1. dagar, og þetta hlæja þessu. Þú veist að það er ástæðan fyrir að mistir hárið 18 ára gammal, sko. Út af stressi og allt. Þetta var bara vesen með þér. Það eru frábæra vika, höfðu pú parvað. Þetta var erfið
tíminn sem ég ætla ekki að ræða meir hér því að þá var stuð í dag en reyndar eitt sem verðum að koma inn á núna hérna í fyrst yngum því að við erum staddur Ólafsfirði það eitt sem var það skemmtilegast við að búa Sauðárkróki það var að frá sveitaböll þá ertu ekki staddur einhvers staðar inn á B5 að kaupa þér sko mango tango Biffanum Já, þá kemurðu bara með þitt eigið áfengi í brúsa inn á ball Já Það náttúrulega, þannig á eiga Þannig var þetta í miðgarði, þannig að, já sko, ef það er fólk á Akureyri eða Siglufirði eða Dalvík að hlusta, þá hendið þið ykkur á Ólafsfirði kvöld og komið á sveitaball með FM 95. En eru þið með símanum og getum við auglýst einhvern landasalla, eitthvað sem er Nei, þú ert ekki að auglýsa landasalla En býtu, af hverju bara hvetja Gleyptirðu trúðin í flugulina? Fólk ætlar að kíkja En af hverju bara Hvað hér trúður þú kíktir hérna með henni? En af hverju bara vera að hvetja hina firðina til að mæta, akkur ekki, minna fólk frá, fólk á höfuðbruksinu hefur ennþá tíma alltaf bruna. Já, bara allir á ball, Sauðárkrókur og náttúrulega fólk á Ólafsfirði kemur á ballan og svo eru brjálæðir. Við erum með þrösu þáttandekur í dag, kæru hlustendur, við ætlum að fara í kortmyndur frekar, við erum með sturlaða hrossaskít. Steindi, þú segist við erum með augljósa staðreyndir. Já, það eru brakandi feskar í dag. Það eru mjög augljósar og ég hlakka til að fara í það. Spurningkeppni Gilsarans. Já, hvað er þema? Það er mjög, segir sér basically sjálft, ég er með King of the Sea. King of the Sea, já, náttúrulega sjómannadagur og sundaginn. Það er sjómannadagur, það er sjómannahelgi. Ég er með King of the Sea. Nú er ég alltaf hreinskilins þetta, ég er ekki líklegur það, reyndar ekki Steindi heldur, náttúrulega mestu auðmikið sem ég þekki. Já, ég veit hvað ég er samt. Hver myndir ráða þig og sjó, standandi með sígaret út á dekki eitthvað? Já, ég var fínn upp á félagskapinu. Það er engin ráðan. Svo erum við með, já, eitt sem við förum alltaf í þegar við erum út á landi eða ekki í stúdíun, þá förum við sannleikana að kontor. Við ætlum að taka það eftir. Sko, gerðum við fyrra, ég labbaði nærbuxunum henni yfir götuna og banka hjá okkur fólki. Það var hræðilegt. Træðilegt. Við ætlum að fara í sannleikana kontor hér eftir og við eins og við höfum alltaf tekið fram við ljúgum ekki útvarpinu og sérstaklega ekki þessum þætti þannig að það verður athyglisvert hvað kemur upp þar. Já, við lofum ykkur veislu í dag kæru hlustendur, við sitjum hér í sól og Ólafsfirði, við erum í stuði þannig ekki voða ykkur að skipta stöð. Yngvi, hann er í bænum og er að stjórna músikinni, segðum og setjum eitthvað gott lag handa okkur Yngvi. Hvað er það enda á? Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það í beinni útsendingu frá Ólafsfirði. Það er eitthvað við þetta. Það er æðislegt. Við erum að horfa út að glugga, við sjáum þetta yfir fjörðin, þetta er geðveikt. Já, við erum komnir í fanta feeling og erum í gír og það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Yes. Er Íslandsslúður þetta? Nei, það er ekki Íslandsslúður. Veistu okkur, Egill? Veistu hvað Steindi sagði orðrétt við mig á leiðinni? Já, ég veit það nú ekki. Ég spurði hann í bílnum hérna verður Íslandsslúður í dag? Hún sagði, nei, ég nenniði ekki að semja það. Já, hreinskilinn, rósum við það. Já, það er verið að semja það. Nei, það er ekki sem ég sagði. Ég sagði, ég nenni ekki að fara að lesa yfir allt. Ég er bara að það er búið að dritast inn. Horse manure. Nei, þetta er bara kjaftaði. Ég nenni bara ekki að fara að sko opna mailið og það er allt lélegt líka connection hérna þegar maður er að það er erfitt að komast í netið á leiðinni. Ég nenni ekki að fara að opna gmailið og öll þessi skilabót er bara vesen. Já, líka ekki þreyttara heldur en að ferðast með Steindar Junior í 5 tíma í bíl. En hvað reykti hann margar á leiðinni? Ég þurfti að segja honum 5 sinnum að hann var ekki að fara að reykja í bílum að þetta var í bílaleigubíl. Ég ætla ekki að fara að fá hann einhverja sekta því að þessi stubbur var að kveiki í. Þannig að við þurftum að stoppa svona 7 sinnum. Já, ég held ég að sé nú. Þú sett huggaði við það og ekki á 12 miljónar krónar bensinum sko, varst á bílaleigubíl. Býtu, svo var það líka, hann kostar ekki halvt í kjarta, hann kostar ekki svo var það líka, svo hann byrjar að ljúga. Og þetta er svo fint, þú veist, stundum að því að bara eins og þegar fólk horfði á asíska drauminn þarna voru enga myndavélar og hann var að gera mig geðveikan og það var bara svona blöð, nú er ég ekki eins og grínast, nú þarf ég að pissa, ég er að deyja þess að pissa, ég er bara hvað, það reykja það? Nei, ég þarf bara að pissa, fyrsta sem að gera þegar hann kemur út kveikir, ég held þú þurftur að miga, þá þóttist að vera að pissa. Málega, þetta er bara eitthvað skremja og þetta er bara eitthvað veseni auðvitað af því að ég var eitthvað ósáttu við Sauðárkrók. Veistu hvað það var, ferðalagi hjá mér og Overweight Richard var, það var mjög þægilegt. Overweight Richard? Sko, við bara á ég að drepa þig. Sko, Rikki tæknir maður hérna á stanum. Ok, sko, Overweight Richard pikkaði mér bara upp. Við fórum á flugvöll, upp í vél, 35 myndir í loftinu, búm, fórum á greifan, steik, eitt rauðvínsglas, sippum okkur yfir okkur Hummer, mættum hérna Þetta er skóti, þið fenguðu ykkur ekki steik, þið fenguðu ykkur bara einhvern bjór sem þið funduðu ykkur. Þetta er bara allt saman þægilega svona að segja. Þetta var þægilegasta ferðalagi sem ég fara á æfinu. Richard, mjög þægilegu ferðafélagi. Ég var ekkert vesen á honum. Hann reyndar heimta að slá okkur á golfkúlur. Við fórum á fjall á hann og sló okkur á kúlur. Fyrir utan það, mjög þægilegur ferðafélagi. Ekkert vel. Já, ég reyndar Steindi akkurat döfugt en ég ætla að fara hér í slúður í FM 95 blöð og ég ætla að byrja á Elijah Wood, mun eftir honum.
Það nú ekki mikið sérstilega hans upp á síðkasti Úr Lord of the Rings Já, sló ekki þar sem Frodo og var náttúrulega hérna hefur leikið fullt af bíómyndum Var ekki alltaf Frodo með vini sínum hann í Lord of the Rings Var ekki alltaf eitthvað svona kemistju á milli hans og eins hobbit hans eða? Jú, það bestu vinir Já, ég meina, ég ekki að tala Eitthvað sexuálega Já, er ég örugglega? Já Er þið vissið? Þú veist alltaf eitthvað, ég fekk alltaf eitthvað svona smá gay vibe Það er vibe alltaf bara þessi ógeðslega klám hugur þinn sem fyrir þangað Mér fannst Frodo vera spes með þessum vini sínum hann Spes, þeir voru að ferðast yfir bara fjöll og eitthvað Ég skil ekki eftir að segja að Frodo og Sam hefur verið eitthvað Mér fannst þetta ekki verið svo basic vinasamband Frodo og Orwit Sam Þeir voru náttúrulega með Þeir voru með hringir sem var að hafa mjög vond áhrif á það En það var ekki kynferðisleg Þetta var bara afsakið Já, það var ekki þannig Það tala um að þegar þú ert með hringin þarfst að bera hringin þá kemur ykkur hundur í þig Það tala um það auðvitað ringurinn hefði áhrif á skapans en ég ætla ekki að tala um Frodo, ég ætla að tala um Elijah Wood sem að lék Frodo, reynda tengist þetta Frodo því að Elijah Wood var nú í viðtaladögunum sem að mjög að spinna áhugavert og þar var hann að lýsa hvernig hann fekk hlutverkið í Lord of the Rings og það sem hann gerði, hann vissi að þetta eru stóra myndir, sérstaklega eftir að Peter Jackson ákvað að taka þetta að sér hann sendi hann fór ekki áheyrnarpröfu heldur breytti garðinu sínum í svona hobbita hérað klæddi sig í hobbita búning og lék Frodo í garðinum lét mynda það og senda þannig að hann fór ekki bara svona áheyrnarpröfu þar sem hann var bara að leika þú veist í jakkafötum eða eitthvað heldur sendi og hann sagði að það hefði skilað honum hlutverki Hann gerði þetta líka hann sem leikur í Lord of the Rings Viggo Mortensen, hann gerði þetta líka hann fór í gallan Maggi Skeð gerði þetta líka Hann gerði þetta líka, Maggi Skeð King Maggi Skeð, lappaði inn í einhverju verksmiðju í einhverju jakkafötum, mætti einhverju 6-7 gæjum barði þá allir í rust, barði þá allir drast og fekk sem bara hlutverki, það var ekki flókið Við notum þetta vídeo í steindarum okkar við klipptum þetta, gerðum ekki sketsur Við litum að vera auglýsa Neldi hlutverki Þetta kannski eitthvað sem að íslenski leikarar ættu að prófa að sækjum hlutverk þannig að bara henda kamri í garðinn og fara að leika hobbita Svo er ég nú með meira slúður það er Aaron Carter sem að nú kannski ekki sá Hver í anskotanum það? Þetta er bróðir Nick Carter sem var í Backstreet Boys og Aaron Carter er listamaður sjálfur og er söngvari Þetta slúður er að þinnast Nei Jú, þetta er að þinnast Bróðir einhvers gæja sem var einu sinni í Backstreet Boys Þetta er söngvari og þetta er popsöngvari Aaron Carter Já, þetta er má ég klára það? Þetta er slaft Nei, þetta er hrikalegt Aaron Carter, hann var í viðtali á dögunum því að hann er sjálfur á tónleikaferðalagi og er að fara að vera með einhverja tónleika núna í LA og hann sagði að ef það myndi koma einhverju hryðjuverkamenn með byssur á hans tónleika einhverju svona hryðjuverkavitlisingar að þá myndi hann skjóta þá sjálfur því að he's carrying Já, ok, þú veist það, bróðir hans Gumma í Backstreet Boys hvað myndi hóta mér Aaron Carter Þú veist það, ég er 0 hrættur, alveg 0 Ef Aaron Carter Hann er carrying Þú veist, hvað er þetta? Á hvað er ég að hlusta? Þú veit þetta orðið liðletöður Nei, Þannig að hann, ef það ráðast tónleikana hans þá tekur hann bara upp byssu sjálfur og setur einna kúl í ennið á þessum gæðum Hvað er hann að gera með eina skambussu á móti ykkur sprengjuvesti? Hversu rosalegt væri það? Kemur ykkur gæðin með eitthvað vesen, með eitthvað sprengjuvesti tekur upp byssu, setur þetta í ennið á honum og tekur aftur úr gítarinn og heldur áfram að slá Það væri svakalegt Það væri reynda svakalegt, en hann er mér finnst að vera stökku á okkur á öldu sem er En bróður hans er mjög harður og kannski er hann bara svipu típa Svo er það lokaslúrið, það er af Katy Perry og Taylor Swift. Það eru ennþá óvinkonur. Katy Perry var í svona carpool karaoke daginn hjá James Corden þar sem hún fór yfir ástæðuna fyrir rifrildinu og það voru einhverjum svona backup dansurum Alltaf við sem backup dancers dansiði bara og haldið í kjæfti, það flókið Nei, sko, þau nefnilega hættu á Taylor Swift og fóru yfir til Katy Perry og voru að dansa með henni en Taylor Swift, hún var að hefna sín á henni núna því að hún setti nýtt lag á Spotify á nákvæmlega saman tíma og voru komið nýtt lag með Katy Perry svona til að eyðileggja fyrir henni En Katy, sko, var hún ekki að mæta bara á Spotify bara í gæri eða eitthvað aftur? Báðar? Ok Hvort ertu tím Perry eða Taylor? Katy Perry eða Taylor Swift? Minnst Taylor Swift mikið hæfileikaríkar en Katy Perry Já, hún er allt í lagi sko, en sko líka allt mótlæti sem hún hefur standið þessu þegar að Kanye niðurlaðan er framann
Já, Taylor Swift. Bara allan heiminn einu sinni. Fór upp á svið og reyfa hann í mækinn og niðurlaðana. Hann vildur nú meina að það er orðið til að he made that bitch famous eins og hann segir í lagi. Það lag fyrir niðan allar hellu líka. Steindi, hvað ert þú? Katy Perry eða Taylor Swift? Mér getur nú ekki verið meira sama sko. Gæti voðalettu svalur eitthvað. Er þetta Ólafsfjörður sem þessum niður? Þú ert að spurja mig. Já, mér gæti ekki með sama Þú ert að spurja mig hvort að ég haldi meira með Katy Perry eða Taylor Swift. Ég vissi ekki var hann svo mikið töffar og getur ekki svarað hérna í slúðspurningu. Þú ert eiginlega bara að spurja mig hvort heldur meira bara búið ripp eða rupp sko. Er þetta skeggið sem að gera þið svona svala? Er þetta svo mikill listamaður? Taylor Swift, ég skal velja Taylor Swift. Takk fyrir að svara þessu haugur þið. Af því að Kanye West niðurlaðan. Herru, ég vaxtarækta frumurinn og ofur töffarinn með skeggi Steindi Junior ætlum að taka smá pásu. Það eru auglýsingar og svo förum við í kortmyndur frekar. Finnst þér gaman að henda drykk á dömuna eða fellan? Við vitum það og við vitum að þú veist að við vitum það. Þess vegna eru 2 fyrir 1 á barnum á fabrikunni frá 9 á kvöldin til lokunar alla daga alltaf. Og svo skuttlum við þér frítt á singalong eður brekkusöngskvöld á græna herberginu þar sem þú færð ókeipis drykk. Fabrikan. Komdu á tónleika með Nova á Esjunni á eftir. Þú getur bókað þyrluflug á tix.is. Fjörið byrjar 6:30. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi. Landsbankinn og Pepsi Max kynna Sara Larsson á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 13. október. Miðasala á tix.is/Sara. Ekki missa poptónleikum ársins. Sara Larsson í höllinni. Sena Live. Ertu grænmetisæta? Þá bátur þinn grænmetisæla bátur dagsins alla daga, allan daginn á Subway. Sjáumst á Subway. Þú finnur alltaf spennandi mánaðartilboð í verslunum 10.11. Konga Extra, Kvöldró og Guílan á frábæru verði. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Hugsaðu Dirty eftir gólfhringinn. Dirty Burger and Ribs. Landsliðsins fyrir átökin á EM í opinni dagskrá. Ísland, Brasilía. Þriðjudag klukkan 18:15. Trúðir áskrifti sem 1817 og 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Það eru Toyota og Dominos sem færa þér landsleik Íslands og Brasilíu í opinni dagskrá. That death is at the doorway. You have no idea what you have unleashed. Tom Cruise. The Mummy sýndi í kvikmyndahúsum land allt í samstarfi við Coca-Cola, GAP og Dominos. Taktu lífinu með ró og lærðu að meta þessa litlu hluti. Njóttu með Somersby 0,0%. Stál og stansar, Gabriel Högdefar og Suplex gormar í flestar gerðir bíla. Vannrækt ekki viðhaldið. Stál og stansar, Vagnöða 7. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Sonur okkar Aron Kahn. Fulli vasar. Ég ekki fulli vasar í honum þessa dagana. Það lítur að vera. Nú að gera það stráknum. 17 ára, það maður verið að gigga svona 17 ára, þá ég geta keypt kúpinn á svona, 50% láni í stæðan fyrir 100%. Það kosti 100% lán? Já, gerði það. Laður ekkert út? Í Hyundai kúpinn minn? Já. Ekki krónu. Hvað kostar það? Þetta er keypt hann, 1,3 ár. Og hvað endar með að þurfa að borga? 2,7. Seldi hann svo á 200.000. Labbarinn í bankan, segði ég þarf að lán. Nei, ég vældi í foreldrum mínum og ömmu minni sem að greiði skrifað upp á þetta og svo var hún að fá einhverja lúi postu upp á að skuldaði 3. Þetta var alveg hræðilegu tími. Varstu ekki að borga réttum tíma? Varstu að fara yfir eindaga? Þetta tengdist þarna söguna þegar foreldrum mín var að skilja. Það voru þau flutt í sikuru lægi í suður og ég var og hundurinn dó. Ég einn í súpunni. Yfirleitt alltaf sagt að þetta sé ekkit börnunum að kenna en ég veit það ekki þínu tilfelli. Það hins og að komið að dagskrálið sem heitir Hvort munduru frekar? Tilbúinir það? Já, við erum klárir. Og já, þetta er ekki flókið, ég er með 3 spurningar eins og alltaf og ég ætla að tengja þetta svolítið við að við séum Ólafsfirði og það er sjómanna helgin og svona. Fyrsta spurning, hvort mynduði fara á sjó í 7 mánuði, bara svona alvöru tógara eins og þeir eru hérna á, eða taka af ykkur eina tá? Sko, hvað sagði þetta að vera margir mánuðir? 7.
7 mánuður, ég ekki með hennan sjómaga. Ég veit ég Sjómaga? Ja, ég veit ég bara, mér flökkust. Ég sjóveikur á fyrsta degi. Ekkert af því sem tengir sjó, sko. Fyrir utan það hvað vælið þú út að ferðast, hvernig væri á sjóstind? Ég veit að ég væri, kærkomin upp á félagskapin. Ég væri þarna að peppa menn. Hvað ætla þú bara að sitja niður í kaffistofunu bara að segja knock-knock joke? Nei, ég myndi alveg, ég hef gaman að veiða. Verður ekki að vera að veiða? Já, ég hef nú stundu farið að veiða, ég hef nú aldrei veitt þetta vitt. Hvar liggur þú í þessu? Já, sko, ég myndi velja sjóin í 7 mánuði en að missa útlim, sko. Menn vinn á sjónum alla ævi, geti ekki sjó í 7 mánuði. Sko, afi minn var sjómaður, bróður hans pappa sjómaður, tengdapabbi minn sjómaður. Það mjög mikið að sjómunum í ættinni og í kringum í dag. Og sér kemur eitt svona aumingi bara. Veistu það, ef þið kallir mig aumingi svona 13 sinum viðbútt, þá ætla ég bara að lappa út í stúdíu. Sko, ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá veit ég það er alltaf að tala stóru tá eða litlu tá, ég man ekki hvort sem heldur jafnvæginu góðu. Það er væntanlega stóra. Já, hann var annað. Þú jafnvægi? Það góður punktur. Ég hleyp ekki, nema einhver segja elda mig, ég kemur ekki þannig vesen. Ég myndi fórna, ég myndi ekki fórna næst minnstu tánni. Þannig að þú myndi frekar taka þér táina frá sjó í 7 mánuði? Allan daginn, alltaf, 100%. Ég ætla að henda mér að sjóin í 7 mánuði. Þú hendir að sjó? Það myndi bara herða mig. Já, ég held að þú myndir alveg höndla sjó. Já, ég bara hafa gaman að því. Það er svona, þú kynnist einhvern svona mönnum á gamla skólanum. Ég elska gamla skólan. Þú einhvern veginn líka getur hrista þér ótrúlegustu hluti. Þetta er reyndar góða punktur. Ég er mjög gaman að mönnum á gamla skólanum. Það er reyndar, ég var ekki búin að hugsa til það. Þú ert eins mikið af nýja skólanum hættir. Nei, ég er gamli skólan. Aðra tanna í 101 og hinu upp í Mosós. Nei, ég er alveg bara þetta listamanna skegg þitt, já. Rættilega sjá þig á sjó. Maður sem myndir nenn að tala við, sko. Herðu, það er næsta spurning. Að því að við erum nú Ólafsfirði kortmyndið frekar. Búa Ólafsfirði með 3 milljónur á mánuði. Það er mjög mikill peningur. Það er alveg peningur. Það er góður peningur. Eða búa í Reykjavík með 250.000 á mánuði. Er það, af hverju fegstu töluna 250? Er það ekki lágmarkslaun eða hvað er það? Hvaða útgjöld er ég með að ég bý í Reykjavík og veist 250 máli? Hvað er ég að greiða? Ég las einhvers þar að lágmarkslaunu væri 270 eða 240, mann það ekki. Ég minna að tala nefnir bara 250, hvað sem það er. Þú veist að verður með hvað situr eftir hver mánaðamót á þessum 250 en ég bý í bænum? Af því að ég manna að þú sagði neitt við mig að þú myndir ekki flytja á Söðakrók at gunpoint þess að spyrja, myndir þú koma hinga fyrir 3 ár? Ég er að velta fyrir mér sem díl. Út af því ef þetta er 3 milljónir að búa hér og ég má ferðast eins og ég vil. Nei, hann er út fastur þetta. Nei, þú bara býrið hérna. Þú ert bara í vinnu hérna. Ég bý hér en ég má fara 15 sinum á ári til Benidorm. Nei, þú ert bara að taka sumafrí. Þú bara að taka sumafrí. Þú ert að vinna alla vikuna frá 8 til 5. Ég fæði ferðast reglulega. Þú getur farið helgar til Reykjavík og þú getur farið einu sinni til útlanda ári. Skellt bara leik með United og farið Tenerife og allt þetta sem fólk gerir og nokkur reglulega. Þá myndir það hljómbar heldur góða dýl, sko. Myndir þú búið að taka Ólafsfjörð? Út af því að 250 kallar mánuði í Reykjavík, hvað ferðast ekki raskat, sko, bara heima hér. Já, en hvernig ætlar að gera það? Þú getur ekki verið alltaf að fá frí í vinnunni. Þú þarft að keyra héðan eftir vinnu á föstudegi upp á Leifsstöð. Það tekur nú bara 6 klukkutíma. Það flýgur til Reykjavík og sér þetta bara 20 minútur rúnt út í Kef, þetta er ekki flókið, sko. Já, Allar er í bæni með 250 kall og er bara heima það alltaf. Ég myndi frekar vilja. Hann náttúrulega er bara í Magic með Sverri og Köðs, það kostar náttúrulega ekki neitt. Hann er löngu búin að missa fjölskyldun og sko strákar, þið þekki mig alveg. Ef það er bensín á bílnum og kannski ein kippa af einhverjum ískáp, þá er ég alveg slagur, sko. Þannig að þú myndir taka bæinn. Ég hugsa myndi að taka í bæ. Sko, málið er að Þú myndir bonda með gamla skólanum hérna á sjó þú getur ekki sem ég farið á Ólafsfjörði 3 ára á mánuði. En ég meina, sko, þú veist, nú er ég bara með við krókin, ég er búin að vera þar oftar, það er erfitt að stórkostlegur bær. Erfitt að vera þar alltaf. Þetta væri auðvelt val fyrir mig, ég taki alltaf Ólafsfjörð og það er komið að næstu spurningu. Síðasta spurningin, hvort myndi frekar að því að hérna sjómannadagurinn á sunnudaginn, hvort myndi frekar gerast sjóarar eða bændur? Hvort myndir þú vera sjóari eða bóndi eigið lilla byrja á þér núna? Þetta er góð spurning maður. Hvort heldur það sé erfiðar vinna? Sko sem erfiðar að vera sjómaður er vinnutíminn og álæðið. Að sofa, ég vildi þetta sko vinnu 6, sefur 6. Það var bara í gamla dag. Nei, það er ennþá þannig. Sumi bátar fannar að vera með vinna 8, sofa 8. Ég er með svona Casillion sjómenni þjálfun, treystum mér, ég veit þetta. Casillion, hvað er það?
tala eða? Hvað það Við mikið að sjómönnum með þjálfum. Ég aðstofa mikið að sjómönnum og ég veit alveg hvernig mataræður borð og þetta erfitt líf að vera sjómaður, en þetta grjótharðir menn, höndla þetta og þetta sko sólarhringinu alltaf í fokki. Alltaf. En sko, ef þú ert bóndi, þá ertu bara mættu 6 Bóndi, þá leggur þið bara klukkan 10 og tekur eitt þátt kvöld, vaknar við einhvern hani fyrir eitthvað að gala og síðan fyrir á skeinir einhverju belju og fyrir sem leggur aftur, þetta er ekki flókið. Ég er heila sammála, þetta er ekki flókið. Býtu, ég er ekki að tala um að verði bóndi í teiknimynd, sko. Það er ekki hann að fara að vekja þig. Jú, hann að vekja þig. Jú, svo getur þú fara og sogið beint að spena maður, þetta er bara veisla. Málið það komna það mikið að græjum. Ég ætla að vona að sé einhverju bændur að hlusta núna sem að, hann náði eiginlega að ramma inn bændalífið að þú leggur klukkan 10 og horfur á þátt, vaknar og skeiðir eitthvað belli. Þú ert ekki lengur með eitthvað heigaffal út á túnni, þetta er allt komið, þetta eru flottar vélar, þú ert basically bara skeinandi beljum, sko. Ég get lofa ykkur því að bóndalífið er mjög örfitt. Þannig að þið ætlið að báður að taka sjóara. Þú varst aðan að báða að taka þér út. Já, ég myndi taka mig tá í stann fyrir að fara á sjóin. Ég myndi vera bóndi allan daginn, skeinið til belli og rækta kartöflur. Það er auðveldar líf að vera bóndi sjómaður. Þannig að þú ætlar að taka bóndan. Ef ég vel auðveld líf, þá vel ég bóndan. En ég vil hlaða fyrir þessu, ég vil sjóan. Ég er ánægð með, þú ert að vinna punta á sjórum núna, sjórum landsins. Já, þú ert ekki beinleins að vinna punta hjá öllum bændum landsins, held ég. Ég held að þeir séu ekkert að hlusta, það er að vera að henda í hey og eitthvað. Það tala bara makkar einst í bóndi á Íslandi, skeinið til belli og farið svo bara að fá sér sígarettu, sko. Það er bara það sem að sagði rétt á. Afslappa líf hjá mati Egils. En sólinn skín hér á Ólafsfirði, vonandi gerum það í bænum líka og eigum við ekki að komast í smá sumarskap og henda á yfirbyrða vinsælasta lagi landsins. Við erum ekki enn komið leið á, ég er pínur hættur að styttist í það, en ég fyrir gíru að hlusta, fáum smá Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you. Sumarhátíð Bíkó 8. til 12. júní. Fjöldi frábæra tilboða. Bíkó, gerum þetta saman. Landsbankinn og Pepsi Max kynna Sara Larsson á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 13. október. Miðasala á tix.is/Sara. Ekki missa poptónleikum ársins. Sara Larsson í höllinni. Sena Live. Úrvalið hjá okkur kemur skemmtilega og óvart. Kíktu við í Bæjarlind 14-16. Línan, svo miklu meira en bara húsgögn. Yfir 3000 manns vinna í hverju mánuði í Happdrætti Háskólans. Draugum 13. júní. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Disney Pixar kynni Krúsa Ramírez, besti þjálfari í bransan. Frá þeim sömu að færðu okkur leitina Dóru og Inside Out. Hvað ekki að vinna? Bílar 3, Leiftur, Krókur og félagar mættir aftur. Þú kemst aldrei eins hratt og storm. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Sýni hvað er getið? Gæti verið minn síðasti síðast. Bílar 3, frumsýnd 15. júní. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Það eru 3 hlutir sem ég elska. Walk on, foreldra mína og fótbolta. Í þessari röð. Walk on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Langar þig að hefja háskólanám en vantar grunninn? Það er opið fyrir umsóknir í undirbúningsnám fyrir háskóla við frumgreinadeild HR til 15. júní. Velkomin í Háskólan í Reykjavík. Það er cool að vera kantaður. Kíktu í Vöfflu. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Riggviðburðir kynna Friðrik Dór í Eldborg 9. september. Miðasala hafin á harpa.is og tix.is. Happy hour milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, hverfisgötu 20. Ljúfningur matur sem fær bragðlaukana til að dansa salsa. Serrano, fresh, happy, max. Taktu lífinu með ró og lærðu að meta þessa litlu hluti. Njóttu með Sommersby 0,0%. FM 957 kynnir bíladaga Skeljungs á Akureyri dagana 10. til 17. júní. Burnout, AutoX, græjukeppni, drift, götuspyrna, sandspyrna og einn flottasta bílasýning landsins. Við hér á FM 957 ætlum að hita upp fyrir bíladaga og það í bílahorni brennslunar. Einnig getur þú unnið arband á Facebook síðu Skeljungs en arbundin gilda á alla viðburði helgarinnar. Kynntu þér frábæra dagskrám á skeljungu.is/bíladagar. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð.
Hárið tjóðan sem meistara, það Keiluhöllin sem að færir ykkur FM 95 blöð. En já, sko, ef þú ert stattur á Norðurlandinu, þá áttu að kíkja á ball á Ólafsfirði í kvöld. Það sveitaball með FM 95 blöð og hér í Tjarnarborg sem verður mikil stemning. En ef þú ert í bænum, þá gaman að segja frá því að Fabrikan byrjuð núna með 2 fyrir 1 á barnum og byrjuð með partybása. Þannig að nú getur þú farið og fengir fyrirlega nýja burgerinn og enda svo bara á góðu skralli á Fabrikun. En ekki á sama tíma King sem vil með happy hour í Keiluhöllu? Já, það að dreifa þessu, þú getur farið á Höfðatorgi bara. Hann farin í samkeppni við sjálfan sig? En hann ennþá að keyra rútuna, ekki líka? Ég veit ekki hvort það sé að keyra rútuna, en það allavega 2 fyrir 1 á Fabrikunni, bara núna alltaf. Þannig að endilega tjekkið á því. Ég ætla að spyrja ykkur að þið hérna á Ólafsfirði. Hafið þið, fyrir utan við vorum í fyrra, sömu helgi, hafið þið komið yngar áður til að komið í fyrra? Nei. Sko, ég var í knattspyrnu hefur Grislingur. Þegar þú ert í knattspyrnu og Grislingur, þá ertu út allt land að keppa í fótbolta. Mér finnst highly likely að ég hef komið einhvern tímann hingað og keppt í knattspyrnu. Mér finnst það mjög líklegt. En sko, það eru margir sem hafa komið og tekið þátt til tíma. Já, málega ég að muna það, sko. Þetta er satt geggjaðu bær. Ég smakkaði pítsunar hérna frá, það veit ekki stöðurinn sem heitir Höllin. Það eru bestu pítsur sem ég á ævinni smakkað fyrir utan shaker pizza hjá King sem að vil. Ég var aldrei smakkað góða pítsur á ævinni, sko. Þetta er það gott, ég að spá í að einhvern tímann ég heima, vakna kannski, slappur þetta kannski, skrall. Gaman að segja frá því að... Ég spá að keyri 5 tíma til að fara á höllina. Gaman að segja frá því að snillingarnir á höllinu komið fría pítsur nátt okkur einnan og Egill sennilega að borga fyrir þar með þessu pluggi. Það er mjög góð, fór ekkert fram hjá höllinu, en það voru mjög fína. Ég hef aldrei smakkað gott, bara leiðu í beiti þar, bara svo komin í eitthvað annan heim, bara. En sko, að því að ég á hræðilega minningu frá Ólafsfirði, sko. Þú ert líka alltaf, þú ert heimallið hellhole bara eitthvað 20 klukkutíma frá þig. Hætt að kalla, ef þú kalla sögur okkur einu sinni en hellhole, þá sparka ég. En pælti hvað væri gott fyrir þig þegar þú keyrðir frá einhverju hellhole yfir til Ólafsfjarðar. Sko það búa fleiri, nú ætla ég ekki að fara rakka niður bæinn sem að hýsa mig hérna og við erum alltaf trítverðar svo kongaður og komið hérna. En Sauðárkrókur stærri bær en Ólafsfjörður og það meirum að vera þar. Já, eitthvað margmenni gerir ekkit bæinn að minna hellhole. Hann er bara í svo mikið niðurnýslu þar inna. En þegar ég bjó á Sauðárkróki, ef þið vilja heyra slæmu minningum minna ég elska slæma minningar, sko. Já, þá var hérna pabbi, hann var alltaf að berjast við það að vera dómari og línuvörður. Hérna í gamla dag. Já, það er skemmtilegt starf. Já, hræðilegt starf. Hvort hann betri dómari eða línuvörður? Ég hugsa að það hefði verið skárað fyrir hann að vera á línunni. Ég held að hann hefði ekkert, var pappir að hlusta, hann var ekkert besti dómari í heimi, en það hætti hann þessu snemma, sko. Þetta var bara einhver smá auka peningur þegar við byggum á króknum og veit ekki af. Sést þetta að vera berjast fyrir því að dæma hérna fótbolt hjá yngri flokkunum? Þetta var ekki yngri flokkum, þetta var meistaraflokkum. En at that time, bara það var alveg hreinu, þegar hinn í sögunni, þá voru skilin hann og mamma þér Nei, þau eru saman. Já, þau eru giftir í búm og þetta gengur, þeir allt í blóma. Hvað er ég komið til sálfræðings? Nei, ég er bara að reyna að segja sögur. Það flög ekkert bátur á pappa en hann er bara basic gaur. Já, bara, þú veist, það geta bestu menn verið slæmi dómarar. Já, hann var ekkert slæmi dómari, hann fýtt dómari. En það var eins og það var hann að dæma, já, hann og Pálmi Sigvarts og einhverju fleiri voru hérna 3 að dæma Ólafsfirði. Ég held að þá að við leiftu verið í annari tildi eða 3. tildi eitthvað. Og ég var með, var í stúkunni, og það voru svo ógeðslega orð sem að var að öskra pabba minn. Bara eitthvað fyllibittur í stúkunni? Já, ég er 10-11 ára þarna, bara að vera að kalla hann aumingi og dómara drasl og... Dómara skittin, serjós pakka. Það er gamli skólinn. Og mér leiði svo illa, ég sé völlin þarna, ég fór bara út í bíl og læst hún, af því ég gæti ekki hlusta á þess að menn vera að rakka hann við pappa minn einhver hérna á... Akkur fórstu ekki með stúku að það maður grjóthalda kjafti? Það var aðeins harðar en að fara út í bíl og loka hurðir, sko. Hvað átti ég að berja sjóarana sem var að fara að það með stúku sem hörðu þið er 2 feitu grjóthaldið í kjaft. Þú bitsaðir átt. Nei, ég bitsaði ekkert át. Jú, þú flúður inn í bíl og læsti inn. Allsberinn í bíl, grænjandi. Akkur varstu allsberinn í bílum? Það eru fyndin maður. Akkur varstu allsberinn? Býtu, gaf hann restina af trúðnum og glemt hann? Nei, ég er bara að spá í akkur klættur í úröldu. Akkur klættur í úröldu? Eru þið með ballið í kvöldu eða eru þið með standardfélagarnir? Nei, byrjið að skemmta tveir bara og... Nei, ég er ekki... Svo er ballið. Nei, ég er ekki að grínast. Hvað kostar þinn á Tjarnarborg og sýninguna Knoll og Dott? Þvílíkir vitleysingar. Mér finnst bara óþarf að klæða. Já, búin að allsbyrjun í bíl. Þú er búin að beita flúðurinn í bíl. Óþarf að henda sér úr öllu, sko. Ég ætla að fara hérna í sturlu staðreind eða hrossaskítur. Er þið tilbúinir í það? Það verður klárir. Það er keppni eins og alltaf. Og já, þetta eru 5 spurningar, eða 5 staðreindir eða 5 ligar basically. Og fyrsta spurningin, eru þið tilbúinir? Já. Finnst þér nú sjálfur svona fyndið einstandi? Ég er bara að horfa Ég er að horfa á Rikka hérna. Hann er að hafa gaman þessu þetta var bara eitthvað sem ég skildi ekki. Fyrsta spurning. Barack Obama
Við vitum alveg hver Obama sko. Fyrirvændi Bandaríkjaforseti fyrir það sem ekki búin að vera tengja. Hvað heldur þetta að vera Gummi Obama sem býr í Njarðvík? Já, Gummi González. Bandaríkjaforseti. Barack Obama tekur 110 kíló í bekk. Sturlu staðarind eða hrossaskítur. Ég ætla að byrja á Steinda. Sko, Obama mér finnst hann vera of grannur til að geta þrykkt þessu upp. Ef ég ætti að gíska myndi ég halda að væri svona kannski 72 kíló, max. Hann tágrannur. Hvað tókst þú áttu? 60? Nei, 60. Ég tók 80. Þú náður ekki 70. Ég held ég að pumpaði upp 80. Nei, það var 70 og náður. Ég náði 60, heldur hann klikka á 70. Nei, stráka, herðu, ég klikka ekki á 60. Þetta til á myndbandu. Já, herðu, ég náði 70 að 75. Nei, þú náði 65. Egil let mig hita það mikið upp að ég var dauðþreyttur því ég fór í liftuna. Og það svona tapaði ég á móti Lóa Bergmann, við tókum hans veðmætt og stórt veðmál. Já, þú náður ekki 70 kíló. En tekur hann 110 bekk? Nei, sko, hann er, ég myndi segja hann væri svona 63 kíló. Hann er svolítið vaksin eins og Mr. Burns. 63 kíló? Já, hann geti fókið. Hann er mjög grannur. Ég myndi halda að hann væri að pumpa upp á góðum degi á kjötinu 80 kílóum. Þannig að þú segir þetta sé hrossaskítur. Max, þetta er skítur. Egil. Þetta bara 50-50. Þú veist það, ég minna, þetta er fólk sem er tölvöld. Alla spurningar þeirra verður 50-50. Já, þetta er sant sko, þetta er rosalega 50-50. Það er ekki 33. Þetta er fólk sem er grennra en Obama og léttari sem tekur miklu þingur. Þetta er Beck samt sko. Ég ætla að vera jákvæður að segja að þetta sé rétt. Það er 1-0 fyrir Agli. Obama tekur 110 kíló í bekk. Hann rýfur þetta upp. Já, hvort sem hann minna. Þetta er nú ekki sérstök þyngd sko. Hann myndi pakka það saman í bekk. Já, ég held að Steindi og Donald Trump, það getur orðið svona kannski jöfnkeppni. Tveir svona trúðar. Ég hugsi ekki að rústa honum en ég geti unnið Obama. Þú nærði ekki 70. En það er ekki að koma rematch aftur millir þínu og Luigi? Ég var alveg til í það. Ég skal lofa ykkur því að ég get hendt upp 80. Þú er betra formi núna en þá? Tölvöld betra formi og málið það. Ég gæti tekið Obama easily kannski eins og í hopp og hí. Ef við tekjum hopp og hí. Hvað í anskotanum er hopp og hí? Það þú ferð niður, snertir jörðina og hoppar upp. Já, vá, ert að nota í útarkunum og getur hoppa 20 sinni með það? Nei, bara þetta er ekki hoppabeint, þetta er hopp og hí. Má ég halda áfram með stjórnarstærinn? Næsta spurning, nú byrjum við á þér Egil. Bestu tvörkarar heims þéna yfir 12 milljónar ári. Til að hafa með þetta alveg staðfest, er það þegar að þú beigir þig fram, setur afturöndan út og hristir afturöndan upp og niður? Já, það er tvörkið. Já, eins og Miley Cyrus gerir hér í góðu myndbandi. Já, hvað er þeirra að þjána mikið sér? 12 milljónir á ári. Íslenska krónur eða dólar? Já, íslenska krónur. Þannig að það er eitthvað tvörkar að út með miljónum mánu? Þetta sé bara hrossaskítur. Já, ég meina, þetta eru dansarar, ekki? Bara dansarar sem fá borga fyrir að dansa, eða ekki? Ég get sagt ykkur eitt núna til að hjálpa ykkur aðeins. Það er til elite hópur sem flokkast undir bestu tvörkarar heims. Sko, ég þykir að fyrir tvörkari. Það er komið Snapchat sem ég tekið það. Ég hef ekki fengið 1 krónu fyrir það, sko. Ekki 1 krónu. Ég ætla að segja þið tvörka hérna eftir næstu innkomu. Við setjum á Snapchat okkar. Já, ég byrju. F955. Ég bara segja þessi fólk segið mig. Fólk segir mér þessi fínni. Það er þetta sama fólk og kallaði höfðingin. Eru þau að segja og sett góðu tvörk? Hver kemur upp á að setja? Þetta er góður að tvörk. Þú átt svo sérstaka vinni. Nennu að sleppa bjórnum nennu að hætta að drekka. Hefur einhvern tíman einhver lappað upp og sagt bara þetta er góðu tvörkar? Já. Hvar varst það tvörk? Ég þykir góður í því. Já, þú þykir góður. Það er búin að hrósa mig fyrir þetta. Ég bara segja hvað fólk segir. Já, ég ætla að setja þetta á sko, dansarar eru highly paid. Góði dansarar eru að þjána mjög mikið. Þannig að góðu tvörkari á auðveldlega geta náð 12 kúlum ári. Þetta er hárrétt. Hvað segir þú? Já, mér finnst þetta, ég er sammála Agli, góðu tvörkari sem er kannski að dansa með Beyoncé eða einhverju stórstjörnum. Tvörkar eru ekki að dansa. Þeir geta tvörkað. Vinna við að tvörka. Hvað er tvörka? Ég fór að lesa eins þetta sko. Ég ætla alltaf að segja þetta sé bara hárrétt. Það er rétt hjá okkur. Þetta er Sturlu staðreynd og þetta er mikið í sýningum og þau eru fengið í vídeo eitthvað. Ég var að lesa þetta á hann, þetta er mjög skrítið. Þetta er geggjaður dans. Já, það eru hópar sem eru tvörkarar. Þannig að það er 2-1 fyrir Agli. Já, næsta spurning. Það spila 15 miljón manns World of Warcraft. Sturlu staðreynd er frá Shit, og fær að professional gamer þessa spurningu. Þetta er það bestu ósaldingan sem ég á æfinni séð. Herru, þú fegst hérna að spurja gamer World of Warcraft spurningu. En málega, ég hef aldrei spilað World of Warcraft. Þannig að þú ert samt að gamer. Ég er að gamer, en ég veit í rauninni ekkert þetta. Eina sem ég veit er sko Svessi og Digital Curse sem er með þér í galdramunum. Já, og Digital Curse sem er með okkur líka í galdramunum. Hvað kallar hann Curse? Í Magic heiminum er hann Digital Curse. Og sko, ég veit að þeir voru að spila mjög mikið
World of Magic. Nei, hérna, hvað er þetta? World of Warcraft. Hætti að tala svo veit ég hvað það heit. Ég man sko, það er náttúrulega bara þekkt saga. Þeir voru, hvernig var þetta aftur úti? Þeir náðu ekki í þá, þeir týndust úr lífi ykkar. Þetta er bara Sauðárkróki, það Já, lengi. ég er búin að segja þá sögur enda nokkur sinnum. Og það þurfti að fara inn í leikinn til að finna þá. Já, það þurfti að finna Árna, Ragnar, Digital Curse. Það þurfti að fara inn í World of Warcraft heiminn til að spyrja hvort hann ætlaði með okkur út að borða því að hann búin að vera online í 2 daga og það náði enginn í hann. Já, og það segir mér svolítið. Þetta eru 2 gæjar á Sauðárkrók. Það segir mér að þessi tala sé, já, hún getur verið rétt. Sturlu Starrend, segir það? Þetta er Sturlu Starrend. Hvað segir þú, Egill? Já, sko, ég er 20 yfir og ég ætla hann að halda þessari fórustu. Þannig ég ætla ekki að reyna að saksa punkt á hann. Sko, ég þekki mikið af gamers og pluss líka að nýji bestu vinnu minn, Basehunter, er a gamer. Hann er alltaf að senda fólk á Twitter, hey, ég er hérna on the line núna í þessum leik, come meet me. Flokkar hann a sem gamer. Ég myndi segja að þetta er minn bestu vinnu, já. Já, ok. Þannig að ég ætla að segja að þetta er líklega, ég myndi halda að þetta verið meira en þetta, en segja að þetta sé rétt. Þetta er rosa skítur því að það er ekki nema 7,8. Það er ekki 15 miljónir. En ég er ennþá með 20 yfir. Já, þá er það... Ég ætla að spila varna sigur alla leikjum, það er bara það samátt ennþá. Það er ekki lókið. Nei, það má ekki að síðustu. Nei, þú ert að byrja líka núna. Fólk rekur við 20 sinum að daga meðatali. Sturlu Starrend eða rosa skítur, Egill? Sko, ég og vini. Ekki fara að tala um við. Nei, ég bara segi spáðu bara sjálfa heldur þessi Sturlu Starrend ekki. Ok, sko, ég er að segja bara, ég og vini sem reka meira við en aðrir. Já, en ég er að tala um að eiga ekki allir einhvern vin sem reka meira við en aðrir. Ég og vin sem skýtur í sig 2 og 3 ári, sko, hann er 35 ára gammal. Já, sko, nákvæmlega. Bara út af viðreist. Ég bjó með vin í Bögakoninu sinni og hann heima við hliðin á mér og ég heyrði hann ástu reka við í gegnum veggin. Ég er ekki neitt, það er Gylfi sem fasteinasali. Ég nenni ekki einhverjum prumpisum sem heim í Keflavík. Og Ríkard til dæmis reku vera meira við en aðrir. Já, en er þetta meðaltal 20 sinum já eða nei? Hjá meðalmanneskjum? Á dag, 20 sinnum á dag. Já. Ég er með svarið. Shit, hvað það er mikið maður. Það er rétt. Það segir rétt. Þú segir þessu Sturlu Starrend. Sko, hvað segir þú, Steindi? Ég ætla að segja þetta saman. Ég verða, sko, ef ég ætla, sko, ég persónulega. Hvað rekur þú áttu á dag? Ég gæti verið að reka við einhvers staðar á bílunum kannski svona 13 sinum upp í 27 sinum. Það fer eftir því svolítið svona... Það er Sturlu Starrend. Já, það fer eftir því svona kannski hvað er að gera, sko, hvað ég borða og... Þú líka getur bara ógeðslega mat. Nei, það ger ég ekki. Við getum alltaf saman í hátteginu. Nei. Jú, við getum öll hátteginu saman. Allir staðir sem ég stingu upp á. Þá getur þú ógeðslega. Ég spurði þig daginn hvort þetta ekki á glóð, þú fórst að grenja úr hlátri. Já, ég voru ekki fyrir að fara og geta einhvers staðar eitthvað kál, þá get ég bara týnt hundasúr út í garði. Ég vil geta mat. En ég er ekkert að geta óholt alltaf það, það er ekki þannig. En ég gæti, sko, ég myndi ekki sko að ég var að reka við svona 13 til 27 sem sagði það ekki. Ég myndi 13 til 27 Það er svolítið mikið á milli, sko. Sko, mér finnst þetta bara að vera svo, þetta er svo eitthvað fullkominn tala hér. Hefur þið sagt 17 sinum eða 22 sinum? Ég sagði kringum 20 sinum. Sagði kringum 20 sinum, ok, ég ætla að setja sér rétt. Það er rétt hjá okkur. Það er rétt hjá ykkur, þetta er bara rétt hjá mér. Nei, hann sagði líka. Nei, sagði þú það? Já, ég er þá yfir, sko. Það er síðasta spurningin og hún hljómar svona. Það er 3-2. Er ég ekkert mestalega mistið í játtöfli? Já. Fílík veistla. Til ársins 2011 flokkuðust drykkir undir 10% alkohól ekki sem áfengi drykkir í Rússlandi. Sturlu Starrend undir 10%? Já, Rússin tekur enga fanga þegar kemur alkohóli. Hann vaknar og fæ sér staup af góðum vodka. Sko, þú mátt ekki segja sam og ég. Nú tekur þú bara sens. Nei, ég er bara að velta fyrir mig hvað áfengi er undir 10%. Ég fæ að svara undan. Má hann bara segja, þá getur hann, það er svo sikalegt að þurfa að vera. Það er ekki bíl í velun, sko. Svaraði bara spurningunni. Ég segi alltaf bara sam og þú og vinn. Nei, ekki gera það. Takk það sens. Ég ætla að segja þetta sé Sturlu Starrend. Sammála því. Ok, þá ætla ég að breyta. Ég ætla að segja þetta sé bull. Sammála því. Veitu hvað með þú ert með svar rétt þetta ekki? Ég er eftir því. Ég er eftir því. Ok, segð það, þetta er þín kemni. Farðu ekki að grenja. Má þetta? Steindi verið með Sturlu. Ég er eftir þér. Hvað segir þú? Ég ætla að segja þetta verið Sturlu Starrend. Já, ætla að segja það. Ég meina, þá má hann ekki segja það. Steindi segir þessi Sturlu Starrend, hvað segir þú? Ég er sammála því. Þetta er komið gott, við skulum fá lag. Þetta var Sturlu Starrend og Egill vann 3. Svílíkt svindl. Fílík veistla. Er afmæli framundan? Pítsur og Pepsi og afmælisbarnið fær gjöf í Tivoli. Smárativoli.is. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Matur sem kemur þér í betra skap. Serrano. Fresh, happy, Max.
boltar, skrúfur, múrboltar, snittheinar og límkitti. Allar festingavörur fást í verkfærasölunni. Verkfærasalan, Síðumúla 11 og Dalshrauni 13 Hafnarfirði. Farðu það ekki í taugarnar á þér þegar fólk segir þér hvað þú átt að gera? Ég er hér til að segja þér hvað þú getur gert. Þetta þitt líf, ekki satt? Af hverju að eldast og hugsa tilbaka alla hlutina sem þú hefði geta gert? Svo mikið að sjá, að finna, að smakka og uppgötva. Dældu vinnuð, skoðaðu heim, stökktu í öndunum, kafa eftir földum fjársjóði eða lærðu hinum með netinu. Það eitthvað að móti sem mun skilgreina þig. Byrja strax að skoða í kringu þig. Kilroy.is. Fötin skapa mannin. Vönduð jakkaföt frá einni kynslóð til annarar. Verslun Guðsteins, Laugavegi 34. Happy hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Komdu á völlin og fylgstu með Inkasso-deildinni í sumar. Fótbolti í fyrstu deild. Inkasso. Norskur prins, ítalskur marmari, belgískar franskar. Reykjavík Chips. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö í beinni útsendingu frá Ólafsfirði þennan, yndislega föstudag 9. júní og það er alltaf glampandi sól hér á Ólafsfirði, vonandi í bænum líka. Jú, ég var að sjá nokkuð snöpp og svona, það eru fólk í sólbaði og það er allir búin að rífa svo, sko. Já, ég held að það er bara gott við erum all land sem betur þess. Sko, þegar maður horfir hérna út, þá sé ég eitthvað fjall og bláan himinn. Já. Þetta verður ekkert, sko, stúdíó, Richard, með fullir verðingu verið stúdíónu sem hún býður okkur félagum upp á. Það er ekki gluggið þar, sko. Það er svolítið erfitt að vera það stundu þegar gott viður. Og séu hvað létt yfir okkur félagum, með útsýni og við erum í stuði. Og eitt tóborg og það léttu um hann. Eins og við höfum komið inn á þá er sveitaball hér í kvöld í Tjarnarborg og ég vil sjá bara sem flesta á öllum aldri og mæta á alvöru sveitaball. En það er hins vegar komið að dagskvaralið hér í þessum þætti sem að ég hræðist hvað mest og það er spurningakeppni Gilsarans. Já, það er hérna King of the Sea sem segir þið sjálft. Já. Segir þið sjálft einhvern veginn þegar hérna það er. Og það var bóndi að senda að mail message sem FM 95 Blö. Ég er búin að fá enga skilaboð frá bónda og sjómönnum eftir að þátturinn byrjaði. Þannig að þessu umræður hjá okkur er að skapa hita. Já, ég meina, bændur voru ekki sáttir og skal engan undra. Þar sem að Egill sagði orðrétt að eina sem bóndi gerir er að fara að sofa klukkan 10 og horfa eitthvað þátt, vakna við hana og fara svo að skeina einni belju. Hann vildi minna að það væri sveita lífið og ég er ekki hissa að bændur hafi tekið illa í það. Já, sko, ég fekk að private message við ekki hana. Þannig að þú tekur þetta tilbaka. Já, og það er hérna sko, málið er að með þess að Gunni Mágur, að fyrirandi Mágur, hann kemur að bóndi af sveitabæ. Þetta er mjög erfitt, það er mjög erfitt að vera bóndi, sko. Er hann að skeina belju með það? Nei, bara að gera allt sem að bændur gera. Sko, King of the Sea, ég er ekki hræddur við þetta. Í fyrsta skipti er ég ekki hræddur við þessa keppni. Nei, það verður nú ótrúlega. Þetta er satt bara svona. Ég basically bara komast að hver myndi höndla lífið betur á. Já, til ég. Hver er betur undirbúin? Ég væri til að vinna þetta þó mér finnst það ólíklegt því að eins og ég get bara viðurkennt það. Ég er nættur auðmikið þegar að kemur að sjó. Man bara virðir sjómenn. Já, en sko, það er ekki trailer og við erum í sveitinni. Þannig ég byrja með þetta bara mjög einfalt. Hefur þú rótað eitthvað? Handrótað? Hvað heldur það sé að gerast á sjó? Nei, bara sjómenn rótar. Já, komið landminnaru. Já, ég meina bara, þetta er. Já. Þú er svolítið að horfa sjóminn þarna in the 50s. Núna faraði bara í Ljósabekk og koma tanaðir og feskir í bæinn, sko. Ég myndi gefa því að sko, einhver af okkur hérna þremur verið pottitt handrótaður á ballinu í kvöld. Það er vona ekki. Það er mjög líkt að einhver ákveðandi, sko. Ég hef aldrei rótað neitt. Ég er eitthvað að hugsa núna hvort ég hafi rótað einhvern kannski fótbolta eða eitthvað svona. Ég hef aldrei ég held ég gæti ekki handrótað neitt, sko. En hvernig áttu að róta eitthvað í fótbolta? Nei, bara, ég veit ekki, öxl eða bolt í hnakka eitthvað svona, en ég held ég sé ekki að fara að fá plús. Það er ekki punktur af það. Ég hef með aldrei lent bara í alvöru slagsmáli. Ég hef verið kildur, en ég hef ekki slegist neitt svona. Og verið hristu til? Aldrei lamir eins og harðfiskur eða? Nei, oftast þegar ég var að rífa kjafta á sveitarvöldum í gamla daga, þá fór ég bak við Svavar Atla Birgisson sveppa hérna í körfinni og hann sá þetta fyrir mig. Hljóstu bak við hann? Já. Það er ekki, sko, ef við satt ekki að tala núna við alla fætarinn úti sem er að hlusta, þeir rekist á Blöð, lemja hann alveg svo harðfisk einhvern. Nei, mér finnst þér svo, þú þurfur einhvern tíma að vera lamin. Ég var að segja, ég hef verið kildur. Málið það, ég hef verið lamin og það hafa allir gott að því að vera landnir einu sinni
Sko, svona yfir æfina Denzel Washington orðaði þetta best, hann sagði every man should take a beating at least once in his life, sko. Já, bara svona létta. Já. En nú koma næstu, hefur þú drukkið vodka í morgumat? Já. Já, ég hef gert það líka. Ég skammast mig fyrir að segja það. En ég tala vodka, ekki út ekki að mýkja hann upp með einhverju safa eða eitthvað, sko? Nei, bara ég hef bara drukkið vodka í morgumat. Hvenær gerðu það? Ég held að við gert það einhvern tímann á þjóðhátíð því miður. Ok. Já, bara sko, þú heldur það. Ég sé þessi blöðtaka mjólkuglasa vodka. Já, ég hef bara með þess að gert það oft, sko. Ég vil bara ekki fara meira út í þetta. Ég byrjaði eins og daginn í Vegas á því að vera með einhverju trúðslæti í minnibarnum minn á herbyggja þegar við vorum þar. Ég Sveppi, Eiður og fleiri og það endaði illa. Þeir hlóðu svo mikið að ég held áfram þar til ég næstu eldi. Það er maður komin í trúðin, sko. Já, maður áfram alltaf, sko. Já, það má ekki. En hefurðu pissað í sjó? Já. Saltan sjóin? Já. Það held ég. Þannig að þú bara verið okkur í bryggju, okkur fullur og mýið. Já, það er bara síðast þegar við Steindu vorum að taka upp þjóðhátíð að myndbandið okkar, það voru við helviti lengi í sjónum. Ég held ég að við látum bara vaða þar. Hefur ekki greitt fyrir að vinna á sjó? Já, það hef ég. Herru, það er bannað að ljúga þér. Já, ég veit og Sveppa. Já, auðvitað. Hann alltaf tók eitt þátt þar upp og er á launum við það, ekki? Akkurat. Þetta er góð punktur upp á sjó. Þetta er BOOM! Beint í andlitað þér. Þetta er ömulegu punktur sem hann er að fá. Herðu, býttu. Ötti sjóri. Ég fengi greitt það líka. Veitu hvernig þá? Við vorum að taka seríu sem heit Hreinn Skjöldur og þá var ég á sjó. Ég fekk greitt fyrir það. Já, þú varst á Herjólfi. Nei, já, það er á sjó. Ég var líka á... Gildi það? Það var á sjó. Ég var líka á spýtbát. Já, ok, byrja hann að... Þetta er 3-3, þetta er dead time. Ef við erum að fara skemmt á þjóðhátíð, ertu þá launum að sjó þú að fara á Herjólfi? Ég var að hugsa, ég hef oft farið út á sjó. Já, sko, ég verða að vera sangjarnana. Þetta er punktur á báða, þeir báðir eru á sjó. Við vorum báðir í tökum. Leif mér aðeins að tala maður. Ég var að vinna á sjó. Ég var að taka inn fisk og... Reyndi að vera Blöð var að vinna á sjó. Bara að draga inn net og... Þú varst í tökum bara, þú varst að leika trúð. Ég var að vinna á sjó. Ég var út á sjó. Þú varst að leika sem leikari. Já, í tökum, það er vinna. Ég var að veiða. Blöð var að veiða, hann var að kalla Sigga drullast ekki á ekki að kalla. Kasta netinu til sín og var að vinna. Hentan með hálfum punkt. Nei, vinna á sjó, punktur. Sko, 3-3. Maður sjá, hefur þú farið í Herjólf? Já. Jésús. Já. Punktur. Hefur þú girt niður í Herjóli? Girt niður því? Ég farið á klósettið þar og... Já, ég er enda gert það líka. Herru, býtu hvað, er spegill hérna á milli okkar? Segir þú bara alltaf saman? Nei, ég hef farið á klósettið í Herjóli, en ég held þetta, það er ekki það sem hann var að leita eftir, sko. Nei, ég veit það. Þannig að ég girti niður með þegar ég fór á klósettið. Rosalega finnst þú þetta gaman maður. Heyrðu þetta? Heldur þú getur hendi í næstu spurningu? Hefur þú veitt fisk? Hefur þú veitt fisk? Já, ég veit fisk. Fullt aðeim. Hefur þú girt niður fisk? Hvað meinar þú? Klætt hann í eitthvað og girt hann svo niður mann? Hvernig girður þú niður fisk? Það maður að dressa hann upp, eða? Þetta er eitthvað sem þið voru að semja hérna á leiðinni og... Hvað, eru þið á einhverju eða? Hvað er að gerast hérna? Nei, ég hef ekki girt niður fisk, ég hef bara aldrei séð fisk í fötum, sko. En hvað ertu að tala um það? Ertu að tala um að setja fisk í, kannski í nærbuxur eða eitthvað og svo girða niður mann eða? Erum við að tala um það eða? Þetta er ekki svona fyndið, sko. Það er eitthvað rugglað þetta. Hvernig girðir maður niður fisk? Hvernig sástu það fyrir þér að girða niður mann? Þetta var spurningakendur séð með. Já, þetta var spurningakendur svo. Ég er asking a question, I need an honest answer. Já, nei, ég hef ekki girt. Já, við vitum ekki eins og hvernig þetta gera það. Ég veit ekki hvernig fisk að þú hefur að veiða, sko. Það er svona 6-6. Hefur veitt fisk í jakkafötum bara? Þetta er mjög spennandi, það er 6-6. Þú hefur farið á skemmtiferðarskip. Já. Punktur og blöð. Nei. Stendur, þú Jú, ég er farið á skemmtiferðarskip. Hann er alltaf að segja nei. Nei, ég gleymi því alltaf bara. Ég fór á Booze Cruise þegar ég fór til Jamaica 2008 og ég myndir það, ég get sannað það. Punktur og Stendur. Þetta grínast. Ok, og síðan spurningin, hefur girt niður í skemmtiferðarskipi? Já, þið voru á klósettið. Já, bara kannski til að fara á klósettið, já. Þetta er eins jamt og þetta getur verið. Þetta er báðu girt niður um ykkur í skemmtiferðarskipi. Já, bara til að fara á klósettið, sko. Fór 7-7? Nei, 8-8. 8-8. Dead tight, þetta er aldrei verið að spennandi. Og hvað er þetta búið það? Þetta er jafntefli, ég ekki meina fleiri spurningur. Já, fíla. Já, þú hefði getað sagt það að girt niður fisk. Þeir eru báðir king of the sea. Já, við erum báðir king of the sea. Þetta var rosalega mikið sem fjallaði það að vera sjómaður hér. Öruglega margir Nólasviðri sem var girt niður fisk. Yngvinn að setja okkar lag hérna svona áður í skallan. Now usually I don't do this, but
Go ahead on, break them off with a little previews of the read. Það held ég eitt gamalt og gott með R. Kelly. Eru það R. Kelly menn, drengir? Fílaðan? Nei, ekki sérstaklega held ég. Ekki svolítið langt síðan að hann kom með eitthvað slagara? Ég held ég ekki nefnt eitt lag með hann, svona án grín sko. R. Kelly? Þú varst að hlusta á eitt. Já, ég ekki að vera leiðilegur, ég bara, ég get það ekki. Það hefur ekki komin eitt nýtt frá R. Kelly lengi. Ná tengir mann bara einhvern veginn við þvag ennþá sko. Já, hann lendi þarna í einhverju lendi. Hann var alltaf mýg yfir alltaf. R. Kelly, var ekki R. Kelly eða? Já, það var ekkert. Jú, það var R. Kelly. Já, það er svo full hart að vera að segja hann hefur verið mýg yfir alla. Hann var mýg yfir nokkra, ekki? Já, það var eitthvað þannig, einhver fettis. Það styttist hér í augljósar staðreyndir og svo ætlum við líka að fara í sannleikan eða kontor. Yes. Réttbráðum, en ég ætla hérna að tengja við balli sem er í kvöld, sveitaballi. Hafið þið farið á sveitaballstrákar? Já. Já, það eru ennþá. Hvar gáttu, þú veist, eins og nú ert þú Mosó og þú í Kópavogi, að ég til dæmis á Króknu þá fórstu bara í Miðgarð. Hvar fóru þið á sveitaball? Ég fór í rauninni bara á sveitaball í Mosbæ. Það voru sveitaböll á Áslagi og í Hlégarði þegar ég var og þá var ég í rauninni að tróða mér inn og smikla mér inn gluggaðin og klósettum og fleira sko. Þetta er rosalega dött í dag sko. Þetta er náttúrulega svolítið gamaldags. Já, þetta er eiginlega dötta en það er Ítalir og en mér finnst þetta vanta í dag. Það mætti vera mikið fleiri sveitaböll af því þetta er ógeðslega skemmtilegt konsept. Já. Þá er líka fólkið bara með blönduna með sér og það er ekki bar eða neitt. Nei, þetta er kemur bara með, hendur í henni blöndu bara svo þjóðatíð og rölti bara inn. Þetta er gamli skólinn. Já. En ég held samt sko, ég held að Steindi haldi hann að fara á sveitaball og ég held örugglega að fara á sveitaball. Þú ert líklega einn af okkur þreymumblöð sem er farið á álfur sveitaball sko. Við fullir verðið ykkur mér á Stóni. Hann var í Mosfellsbæ in his bubble í ykkur íþróttósi og held að hann var á sveitaballi. Hann var ekki á sveitaballi sko. Er Steindi svolítið in his bubble? Já, hann held í álfur að hann var á sveitaballi. Ég var á sveitakrá, það var sveitaball í Mosfellsbæ. Já, en það var bring your own drink. Blöð var hérna í þessu hellhole hérna sem við erum í núna. Já, það jafnast alltaf ekki Þetta er alltaf orðið hellhole. Ég er ekki að tala um Ólafsfjörð, ég tala bara um svæði hérna í kring. Já, Norðurlandi. Já, fyrir utan bæina. Það voru verið lamin á Norðurlandi. Hann að Blöð hefur farið í ullabessu með blöndu að fara á sveitaball og verið kýlt úr hún tönn og fara sér heim og lagt sig. Oft sko, og það er með þess að hérna, ég held að það sé líka jákvæða við að sveitaballun í dag, þetta er ekki eins og þetta var, sko í gamla daga, þá bara fórst ekki á sveitaballin nema að væri slagsmál. Það var alveg pottétur og lapparinn, það voru einhverja slást og að vera að henda einhverjum út. Bara Helgi Björns kolvittlus upp á sviði og vera að henda einhverjum út. Já, það er nú aðeins bara breytast í dag, eða ekki? Já, ég held að Þið hvetjum fólk til að skemmta sig bara í kvöld. Já, ekkert bara á sveitaböllum, heldur bara alltaf. Annars kemur MMA Steindi og snýrið niður. Ég er nú þurft að stoppa slagsmál því ég hef verið að skemmta upp á sviði sko. Þannig að það er alveg ennþá slegist á samkomum. Það er ekkert að það dó ekkert einhvern veginn bara 92 sko. En sem betur fer já, það er mjög sorglegt og sem betur fer ferða minkandi sko. Já, slagsmálinn? Já. En að því að ég opnaði mér nú áðan að ég hef aldrei lent í einhverjum slagsmálum hefur þú lent í slagsmálum? Nei, ég er bara verið blessunlega laus við þetta þessi 37 ár sem ég hef verið andandi. Sem þú verið andandi, já, en þú Steindi? Nei, góða sjaldan. Steindi var þetta Nei, kannski því ég var yngri en ekki. Já, herru, Dóri DNA sagði mér að þú varst algjör hrotti. Nei. Jú, þú varst í slagsmálum og þú varst að pína menn. Nei, ertu bara varst að poti sastuna mönnum, varst að tikka á bringuna þeim. Það var alltaf gott þegar en sko, menn sagði hvað er búið að breyta samt, ef það gerir, ég finnst alveg trúið þess ekki, þetta er Dóri DNA, hann er komedian og er líklega að grínast, ef það var þannig, sérðu hvað hann er gjörbyttu maður í dag? Já. Hann ekkert að sitja á bringuna þar og tikka á bringuna þar núna, sko. Það var ekki slagsmál á ballin í kvöld, en við ætlum að fara í auglýsingar og svo hér strax eftir auglýsingar eru augljósar staðreyndir hjá Steindar Junior, ekki fara land. Smárabíó kynnir fullkomnustu sýningartækni heims. Búðu þið undir fullkomnustu mynd í heimi, fullkomnasta hljóð í heimi og miklu fullkomnari aðstöðu til að njóta þess að horfa á bestu bíómyndirnar. Búðu þig undir alveg nýja upplifun. S-Max í Smárabíói. Disney Pixar kynni Krúsa Ramírez, besti þjálfari í bransanum. Frá þeim sömu að færðu okkur leitina Dóru og Inside Out. Hvað ekki að vinna? Bílar 3, Leiftur, Krókur og félagar mættir aftur. Þú kemst aldrei eins hratt og stormur. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Sýnir hvað þið getur. Þetta bíl! Gæti verið minn síðasti síns. Bílar 3, frumsýnd 15. júní. Turkish Bowls. Skál með falafel grænmetisbollum, pipardöðlum og fleiri spennandi áleggjum. Fresco, fyndu fersleikan. Þú skráir bílinn frítt hjá okkur á Höfðabílum og við seljum hann fyrir þig. Höfðabílar, Fossálsi 27, Draghálsmegin. Sumarfjörið byrjar í Smáralind á morgun.
Komdu og sjáðu magnaða sýningu frábæra töframanna. Allir sem versla fyrir 1000 kall eða meira fá skafmiða meðan birgðir endast. Þú getur unnið glæsilega vinninga, kandifloss fyrir börnin og spennandi uppákomur alla helgina. Kíktu á dagskrána á smáralind.is. Leikum okkur smá á morgun. Smáralind. Skoðunarferð til Tékklands borgar sig. Við erum í Borgartúni, Holtagörðum, Reykjavíkurvegi og á Akureyri. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Klár fyrir helgina. Kíktu við Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. This is the biggest weekend of our lives. Hefur þig einhvern tímann Mister? I killed a guy! Langa til að gleyma gærkvöldinu? How can you eat right now? It is the #1 way people deal with stress. You guys want some? Oh yeah. Rough Night, frumsýnd 14. júní í Smárabíói, Laugarásbíói og Háskólabíói. Joe and the Juice. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Þetta Íslandsvinnurinn Justin Timberlake með Can't Stop the Feeling og já, það var nú bara svolítið vel við hér hjá okkur strákunum á Ólafsfirði í beinni útsendingu, það sjómannahelgin og já, henni fagnað vel Ólafsfirði. Já. Það sko, ég held að sé hvergi á Íslandi fagnað sjómannahelginni jafnvel á Ólafsfirði. Það dagskráðina fram á mánudag. Já, þeir eru kekkspilaðir þetta. Já. Og ég fíla það. Þess vegna eru þeir að fá okkur hérna, við ætlum að vera þetta alla helgina. Já. Og skemmt okkur með heimamönnum og á vonandi gestum, vonandi eru fólk frá öllum firðum og já, helst frá Reykjavík komið líka. Við erum líka búin að hvetja fólk frá, já, bara öllu Norðurlandinu til að kíkja á ball í kvöld, sveitaball með FM 95 blöð. Ekki spurning, en það er komið að augljósum staðrindum. Já, það er rétt. Og ég er búin að bíða spenntur eftir augljósu. Það eru hrikalega augljósar í dagstrákar og sko, getið fengið bettan? Nei, nú eru við bara stættur Ólafsfirði og eins og sér hérna þessi græðan fram að mig, það er engin betti á henni. Sko þessi græða, þetta lítur út eins og góði hirðirinn sé að sponsa hana þátt, þetta er ógeðsleg græða. Það kemur ekki óvart að þessi græða sem er hérna fram að okkur komi úr stríðinu. Þetta er hrikal og við getum ekki spila bettan undir, þá er ekki svolítið hrættur að þetta gæti orði. Það verður engin Mr. Selfridge undir. Nei, það verður engin Mr. Selfridge betti og þetta gæti orðið óþægilegt. Já, af því að bettin hefur rættað því hingað til. Þetta er alltaf óþægilegt. Nei, ég meina, þú veist, það er bara verra að hafa ekki Mr. Selfridge betan undir. Já, en það er ekki það sem við gert þennan dagskrárlega óþægilega, þannig að ég held að vera frábært, ég er mjög spenntur. Herðu, en sem betur fyrr, sko, við erum ekki einir hérna, við erum með tæknimann með okkur. Rándýran tæknimann, við erum með dagskrárstjóra Rikki G er á sæðinu, Rikki. Og já, hver þarf betta þegar ég hef Rikka G? Sko, hann hefur gaman þessu, það vita allir. Ég er búin að bíða allan þáttinn eftir þessu, ég er ekki búin að hlusta á okkur fyrir núna. Ég er svo ánægður með Rikki og ég get ekki beðið. Fyrir ykkur sem eru að hlusta á í fyrsta sinna þá er Rikki G svona jámaðurinn að steinda. Hann er ekki jámaður, hann er bara svona staðröndum. Af hverju má hann ekki hafa gaman að ég er því líkt gaman að þessu. Sko Rikki, ef þið finnst þetta fyndið og lætur í ljós þegar hann að lesa þetta, þá er eitthvað aðrir. Akkurri? Þetta er bara geggjaður húmor. Þetta er bara geggjaður húmor. Það er ekki allir jafn mikli fílubokar. Og pældi líka bara hvað margar staðrendir eru fáránlega augljósar. Það eru mjög augljósar í dag og ég ætla að byrja hér. Fyrsta augljósa staðrind dagsins og já, hún hljóma svona: dautt fólk á erfitt með að vakna á morgnan. Þessi er góð. Ég meina, hvernig þarf að vakna úr döður? Það er rétt. Ég meina, þú ert bara í einhverju kistu og þú ert erfitt með að vakna bara á morgnan. Þú getur ekki vakna. Þú sko höfðu, það þarf ekki bettan. Nei, sko, Rikka fannst þetta ekki svona. Þú getur raulað bettan. Sérðu gæi í kistinu bara. Það með allt í einu opna augun. Þá er komið að annari augljósi staðrind dagsins og hún hljóma svona: ef þú sendir tómatsósu SMS er ólíklegt að hann svari. Ég meina, hún á ekki GSM. Hvernig á hún að lesa skilaboðin? Hvernig áttu, Rikki, hættu þessu núna. Bara, taktu mækið. Það er ekki sen svo hann finnst þessu.
Ok, maður spyrir Þetta er ekki eðlilega Ef Tómas Ósa fær SMS Hvernig ætti hún að geta að lesa það? Það lesa, ég meina, það er ekki eins og getur, hún á ekki eins og síma Já, ég meina hún á ekki eins og GSM síma Akkur byrjar alltaf að tala við mig eins og ég sé bara 5 ára Nei, ég vil bara aðtöða hvort að þú veist, hvort þú vitir það Mér þú veist, Tómas Ósa getur ekki lesið SMS Það er augljóst, það er mjög augljóst Helst þið væri að fara að þræta fyrir það Hún er ekki með augu Ertu alltaf að bíða eftir að ég fari að þræta fyrir þess að vitlausögur? Átti ég að segja bara núna, jú, hún getur það víst Nei, ég ætlaði bara svona, þú veist, ef þú kaupir einhverja Vals Tómas Ósu út í búð Það er ekki eins og sem með augu Herru, þá komið að 3. augljósi staðarind dagsins og hún hljóma svona það hefur engin banani tekið yfir 100 kíló í backpress þeir eru ekki með hendur þeir eru það væri mjög erfitt fyrir banan að fara í back þetta er það augljóst þetta er eins og augljóst sem ég hef verið með hingað til Obama, hann tekur 110 back Obama tekur 110 en banani, hann geta ekki tekið 100 það er bara svona þessi er skemmtileg þessi var, ég viðkynna, ég hlóð þú sagðir þetta gef okkur það já, svo er ágætt þá er komið að 4. augljósi staðarind dagsins og svo síðustu Nú, er það bara 4. í dag? Nei, svo er augljós spurning og henni verður beint í þín 4. augljósa staðarind dagsins hún hljómar svona maurar eru lélegi sjómenn það samin yfir 2 mínútum Já, þú áttist að taka eina svona sem að tekist sjómannahelginni Já, ég ætlaði svona blandið sér inn að sjómannahelgi ég minna hvernig getur maur hísjað fisk á land það væri erfitt fyrir hann Eða þú ekki frekar, þú veist, maurar eru lélegi sjómaurar, þú veist, því að menn eru menn, fattar þú? Já, hæ? Þetta er þá ekki sjómaurin, ekki sjómaður Sjómaur, þú segir nokkuð En ég menna, en maur, hann gæti aldrei hvernig ætti hann að setja eitthvað á öngur Já, ég veit það, en maur getur ekki orðið hann er ekki sjómaður, hann er ekki sjómaur Lítið kveikindi Hvernig ætti hann að Þetta ætti frekar að vera maurar og lélegir á sjó Já, það er enda ákveðs punktur En hvernig gæti hann þrætt maðka á öngur Eða sett svartan tópi, fattur þú Já Þú skilur þetta Ég næ þessu Þú nærði samveg En mér finnst þetta svona vitlaust orðahjöður því að hann er ekki sjómaður Já, það má nú deilum það En þá er komið að augljósi spurningu dagsins og ég er mjög spenntur að spyrja þig Gerum með greiða Ég er löngu búin átt á með því að því að nú er þetta búin í 2 ár held ég Ég skal skrifa svarið á blaðið Reyndar ekki á hverjum einasta föstudegi En gerum mér 1 greiða núna sem þetta hefur verið svolítið þema hjá upp á síðkasti Nennur að, eins og segja í Bandaríkjunum leave my family out of it Já En að sleppa fjölskyldunum minni í spurningu dagsins Já, sko það gæti Þetta er alltaf eitthvað bara mamma mín, pappi mín, sýsti mín Hver er munun og mömmu minni og Magga Mix var hefur daginn Nei, það var nú ekki Fyrir þeim grínista sko Ég held að það hafi nú ekki verið Slepptu fjölskyldunum En sko það er svolítið erfitt núna því að þetta er bara, það er búið að skrifa þetta Varstu með fjölskyldunum minni Já, ég ætla að fara að setja eitthvað dörr á familíuna Þetta er engin dörri Spurningin, hún hljóma svona, þetta er augljós spurning og hún hljóma svona og þú hlusta nú mjög vel Ég sit við hliðina Hver er munurinn á mömmu þinni og Lemosíu? Hvað getur ekki haldið í eitthvað sem sinni Nú gískaru bara Hver er munurinn á mömmuðinni og Lemosíu? Og ég ætla að segja Já, ég er svo þreyttur að rífast við í þessu alltaf en ég ætla bara, mamma er ekki með dekk Mamma er ekki bíll Já, það er rétt, mjög rétt En ég er ekki að leita því Ég er ekki að leita til því Það var ekki fullir úlingar í mömmu Ég ætla að fóna Þetta er eitthvað sem þú sagði Ói, bara Hvað varst að segja Hatti? Fyrir ég hugsaði Limbosi Ég hugsaði bara fullir úlingar að keira á ball og eitthvað Ég myndi þetta þannig sko Já, það er ekki fullir úlingar sem að fá far hjá mömmu minni Já, það er ekki alveg Ég var ekki að leita til því Þetta er alltaf sama maður Ég veit það ekki Mamma mín er manneskja Gefstu upp? Og Limbosi er bíll Hvað ert að gefast upp? Já, ég ert ekki gefast upp Hvað er þetta? Þú mátt gefast upp að þú vilt Já, ég gefst upp Þú gefst upp? Ég gefst upp á þessu Ég gefst upp á þessu lið Og ég er búin að gefast upp á þér Mamma henn er ekki með topplúður Ígæðin en að setja að laga það strax
FM 957 kynnir bíladaga Skeljungs á Akureyri dagana 10. til 17. júní. Burnout, AutoX, græjukeppni Drift, götuspyrna, sandspyrna og einn flottasta bílasýning landsins. Við hér á FM 957 ætlum að hita upp fyrir bíladaga og það í bílahorni brennslunar. Einnig getur þú unnið arband á Facebook síðu Skeljungs en arbundin gilda á alla viðburði helgarinnar. Kynntu þér frábæra dagskrám á skeljungu.is/bíladagar. Við verðum á stóru grillsýningunni á Kótilettinu 2017. Sjáumst á laugardaginn. Óra. Smárabíó kynnir S-Max, Flagship Laser 4K, Dolby Atmos, ískalt Coca-Cola og miklu fullkomnari aðstaða til að njóta þess að horfa á bestu bíómyndirnar. Búðu þig undir alveg nýja upplifun. S-Max í Smárabíói. Ef þú ætlar að vinna rökræðarnar á Facebook, þá verður það einbeita þér. Ekki láta aksturinn kosta þér sigurinn. Samgöngustofa. Persónuleg og fagleg þjónusta, en hjá okkur starfa löggiltir bifreiðasalar. Höfðabílar, Fossálsi 27, Braghálsmegin. Riggviðburðir kynna Friðrik Dór í Eldborg 9. september. Miðasala er hafin á harpa.is og tix.is. Pepsi Max kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 9. til 10. júní. Páll Óskar, Áttan, Amabadama, Aron Kahn og fleiri. Tryggðu miða á tix.is. Taktu lífinu með ró og lærðu að meta þessa litlu hluti. Njóttu með Sommersby 0,0%. Langar þig í salat? Langar þig í virkilega gott sumarsalat? Komdu þá á Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Iðnaðarmenn athugið. Verslunin ykkar er opin. Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar á Kjalavogi. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keiluvandamál að stríða. Það held ég að þér að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Það er stuð og stemming hér hjá okkur, enda ekki staddir í stúdíu FM 957, við erum staddir hér í glampandi sóla á Ólafsfirði og fyrir ykkur sem er í bænum og þá minn ég á að það er 2 fyrir 1 á Fabrikunni og það er 90 af þeim. Þannig að þið ætla að skella ykkur út á lífið og fínt að kíkja á Hamborgarfabrikuna og taka 2 fyrir 1. 2 fyrir 1 á mat og drikkjum eða bara drikkjum? Partybásnum á drikkjum. En það er happy hour og King sem að vilja líka í Keiluhöllin, það ekki? Það er mikið rétt hér. Og sem að vilja er á rútunni, það ekki? Ég veit það ekki. Bara að tjekka. Fórum yfir þetta eitthvað áðan, við vissum það ekki þá heldur. Nei, en já, við erum ekki bara 3 hérna, Rikki G hérna með okkur og ég er mjög ánægður, hann er tæknimaður því að það tók smá tíma fyrir okkur að samfæra Rikka að koma hérna norður og ég held að sjá hann ekki eftir því núna. Ímyndar við hefum þurft að græja þetta hérna, tengja þetta. Ég hef aldrei getað. Nei, það er bara svo leiðis. Ég á mjög erfitt sko, ég er ekki enn búin að tengja Apple TV-ið mitt. Ég bara get alltaf reynt skóna mína sko. Já, þannig að ég ekki að geta tengt þessa fornalda græju. En það, Rikki ætlaði ekki að koma með okkur samt sko. Nei, hvernig náður hann með? Ég bara tók eitt gott símtalaðan. Tókstu sölublöð? Ég tók sölublöð og það er mjög þægilegt sko. Sölublöð, það er einn hættulegasti blöðurinn. Til dæmis ég hef oft lent í sölublöð sjálfur. Ef ég er heima hjá mér, upp í sófa, bara með konunni, komin í eitthvað kósi og sölublöð hringir og hann draga mig út. Hann hefur náði oft. Það er bara hættulegt og það enda bara í vesinu. Það er mjög létt að selja þér að kíkja út sko. Það þarf ekki rosalega söluræðið það sko. Ég get alveg fullir það að það er engin með betri sannfæringakraft í heiminum en Auðun Blöndal bara í alls konar hluti. Ég er fjölskyldumaður. Já, hvað er það? Ég var ekki að draga þetta til Grænland sko. Richard, ég geti til dæmis sannfætti, ég er til dæmis betri en blöðið, til dæmis höfðingin er betri. Ha? Höfðingin? Ég virkilega vill sannfæraði með hvað gerir það bara sko. Nei, þú ert bara þú hefur bara sagt við hann drullaði norður. Þú ert örgulega fýtt sölumaður að þú átt ekki breyk í sölublöð. Já, ég veit að pakka sölublöð saman. Þegar hann byrjar? Já, því miður. Ég veit hann er góður. Ok, þá er ég með hugmynd. Við erum að fara, þið ætlum bara að draga mig í helgaferð til London. Við erum að fara í sannleikar, já ok, það ætlum að fara í áður fyrir sannleikar á konto. Erum við ekki að vera sannleikar á konto núna? Ok, byrju, nei, ég er með hugmynd bara, þú segist þér að geta samfærið, þú er að ekki grjótald kæfti að græja hann í að vinnu, það er típist þú sko. Það er engin sölumari þér. Nema Auðis, hann svona virkilega talar við mig, enda með ég get ekki sagt nei.
Ok, ég ætla að sjá hversu góðu sölumar versus blöð. Hvað er að gera? Herru, ok, þið eru basically að fara að hringja í mig og þið fáið basically 60 sekúndur til þess að selja mér. Herru, ertu klár í helgaferð til London? Bara að selja það, er ekki allir til, já, ok. Nei, ég menn, bara með stuttum fyrirvari. Já, lítill fyrirvari og lítill fyrirvari, bara. Þannig ég ætla bara að sjá hvernig Og hver ræður hver vinnur? Ég dæmi það bara sjálfur. Eða Steindi, já, Steindi. Ok, Egill, þú fær 60 sekúndur. Nú er bara dring. Og hvað er tími og hvað? Rikki lítur að dæma því að hann lítur að vita hvort símtalið myndi virka betur á. Það var hluti sem dómar á kantinum að það. Nei, ég meina ég hlýta að vera með besta að döð. Ég er ekki að sleika ykkur upp, sko. Ok, nú er bara síminn að hringja. Það er Egill Gils á línni. Og ég sagði bara dring, dring. Hvernig er tíman á þessu? 60 sekúndur? Ég bara Ertu með hringinguna dring, dring? Er 1985 hjá þeirra? Það tekið til orða. Ertu bara með eitthvað skífu símar ekki? Ok. Já, dring, dring. Halló? Ulrich Richard. Lesaður. Hvernig ertu? Ég er bara þokkalegur. Hvað ertu að gera akkurat núna? Ég er bara heima. Og hvað ertu að gera akkurat núna heima þar? Ég bara er að fara að borða. Já, út ekki að fara að borða. Nú? Þú varst taka þitt raskat. Þú standu upp núna. Hvað gemur þið ferðartöskuna þína? Hvað gemur þið ferðartöskuna þína? Í geymslu. Já, náði hérna. Pack your shit. Við erum fættið Köpen félagarnir. Hvað meinar þau? Hvort þú erum fættið London á Köpen? London. Við erum fættið London félagarnir. London, byrju okkur til London. Við erum fættið London. Rikki, þú stjórnar F957, ertu ekki yfirmaður það? Jú. Þetta er stimplað inn eins og monkey class rassus í fyrramáliða. Þetta vinna mellir 9 og 5 eða? Ég bara vinn því það að vinna. Hvað kemur það málum við? Þetta er ekki flóki. Við félagarnir að fara til London og taka nokkuð kalda þar. Ég beði köpa til kort, þetta er ekki flóki. Ha? Það er bara nákvæmlega sem var að gerast. Settu í stand. Og það tíminn er búinn. Herðu, sko, Egill, þetta var bara lélegasta söluræði. Herðu, þetta var bara hljómaði eins og sko bara Starbucks Stoney. Þegar þú semur onni, sko, eina sem vanta og væri með Billy Boy á þér, sko. Það er eina sem vanta. Ég er ekki farið með úr til sjoppu þarna. Þetta er lélegasta söluræði sem ég heilt. Ég sagði bara pakka draslinu sín og... Já, pack your shit, er ég á monkey eða... Nei, ég var að minna það að þú ert yfirmaður. Þú þarft ekki að segja ykkur hörðu, ég spáði fyrir frí. Þú stjórnaði það sjálfur. Þetta er slagasta söluræði sem ég er. Ég fer ekki neitt með þér hér eftir, sko. Farðu að gera þetta. Þú ert eftir að heyra blöð. Já, þú þarft að gera þetta. Já, ok, þetta er mjög létt. Hann er alltaf kokki. Ok, dring, dring. Dring, dring. Hvernig byrjar tíminn minn núna? Það ringja. Halló. Sælinu, hvað segirðu? Ég er góð bara þú. Herru, ég er góður maður. Það var að detta þetta inn við þurfum eiginlega, sko. Nú ertu búin að vera duglegur, ekki? Þú ert sammála með því. Já. Ekki? Já, klart. Nóg að gera þér. Já. Og ert duglegur með stelpuna og allir feskir. Er ekki allt gott heima? Jú, bara mjög gott. Já, ég var að hugsa, ég var að sjá hérna geggja tilboð til London. Okkur förum við ekki saman félagarnir, tökum smá gólf, förum gott út að borða og ég vil kíkjum á leik. Það grínast hvað það ljóma vel með. Já, þetta verður gaman, sko. Erum við bara að fara á morgun eða? Já, við þurftum að fara á morgun. Tilboðið virkað þannig, sko. Ég tekið þetta á kortið og þú lætur mig bara hafa. Ok. Og það er drullu góð spá. Bara helgaferð það? Smá helgaferð, þú átt að líka bara, veist það ekki, nú er ekki grínast, þú átt að skilið, þú ert að vinna eins og skeppna, þú ert að DJ-a, þú ert í útvarpinu, þú ert að lýsa og ég bara sé það líka á þér, þú fann að þreytast aðeins og svona, hefur ekki gott að kíkja bara með gamla eins til London og hafa kosi? Fokka í mig hvað þetta er góð hugmynd, herri, ég kem. Við erum farið á morgun klart. Riki, viltu ekki bara gera niður það? Þú ert ekkert eðla leiðilegu mig? Sér ringir hann niður og bara með gert niður þetta er dæmið, svona getur blöð selt manni. Við ætlum að fara í sannleikana kontor hér eftir smástund. Það held ég að þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Klukkan er kortir í 6 á þessum, fínasta föstudegi 9. júní. Þetta er fljótt að liða, það er bara þjóðhátíðardagur Íslendinga næstu helgi. Það er enda rosalegt. Mér er sko, maí er alltaf besti mánuðina því þá er sumar eftir. Svo leiða okkur í júní þá einhvern veginn aðeins svo fljótur að líða, svo komið júli og svo komið þjóðhátíð og svo er bara komið haust. Já, sko eftir þjóðhátíð, þjóðhátíð er basically þá eftir að kveðja sumarið. Já, er ekki Jónsmessan? Er ekki bjartasti dagur ásins, er það ekki í dag? Er það 17. Hvernig er það? 21. Spurning hvort við sofnum bara út á túni í nótt. Það er aldrei að vita. En eins og við gerum oftast þegar við förum út á land eða erum ekki í stúdíónu, þá förum við í dagskrárlið sem heitir Sannleikan eða Kontor. Yes. Og hann er búin að vera, þessi liður er búin að vera svona árspási núna. Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt. Þetta er algjör svona, þetta er ekki beint bílaleikur. Þetta er út á landi, sumarbústaðar. Þetta er úlingaleikur. Já, þetta er svolítið þannig og ég minna það er ekki eins og hinni dagskrárliðin okkar sé eitthvað þroskaðar. Nei, þetta verður eiginlega
vanda því eldur sem þú ert að taka Ég meina þátt í við þessu. erum bara nokkru úlingar having a time for left Mér líður Þeir eru aldrei að segja þetta Hvað, við erum ekki bara nokkru úlingar Hvað er það? Þeir eru aldrei að segja við þrísir nokkru úlingar having a time of our lives Mér finnst það Ég líti út úr gluggan, sé bláan himinn Fallasta fjall séð Pínlítu hús sem líti út úr frá 1975 Þú veist, maður sér þetta hverjum degi Þvílík veisla Þetta er geggja Overweight Richard, liggjandi í sófanu með Tubi Þetta er svo heimilist Ekki kalla bjórinn Tubi Já, en ætlum að byrja, hver á að byrja að spyrja? Má ég byrja? Ég eitthvað með fæ aldrei að byrja Hver spyr hvern? Ég get spurt bara þig Ok, og hvað er þannig, ég spyr þá Egil og Egil spyr þig? Já, bara hringur Sorry Rikki, kallaði Overweight Richard Ég var að grínast Já, hann er voðar hess með þetta Herðu, hérna, ok, þannig að ég má bara byrja við þurfum ekki að snúa þessu penna Nei, ég spyr þig bara Það fá allir að spyrja inn Ok, erum við í sannleikan kontor eða prósenta? Erum við bara í sannleikan kontor? Hvað er prósenta? Prósentan, þá var þetta alltaf svona, herðu, ok prósenta, þá segi ég eitthvað svona nafn Þú veist bara eitthvað nafn á okkur stelpu og þá gefur þú henni prósent 0 upp í 100 það er ógeðslegt Þetta reyt hana hafa Ég hef aldrei heyrt Þetta er glæni, þetta er eitthvað um Mosso Ég hef aldrei séð þetta Það var aldrei prósenta Ég er til að fara þetta með Nei, þetta er úlingaleikurinn Ok, blöð, Britney Spears Prósenta Við erum ekki að fara í því Þú stakst upp á þessu Það er svo aðsnald að segja þetta Ég tekið þetta tilbaka Ötti, sannleikan eða kontor Prósentu Nei, þú tekur það bara prósentu okay. Sannleikan, segir maður ekki kontór Kontor bara Sannleikan eða kontor Kontór Þetta er svolítið furðulegt Bætturinn óeðan allir Ég nefn ekki í kontor Þannig ég segi sannleikan Viltu ekki segja kontor? Það er svolítið skemmtilegt sko Já, enda er þetta alltaf einhverju þvælu og hoppa í tjöfninu Þá fæ ég að ráða hvað þú gerir Já, ég hef engan áhuga á því Segðu kontor blöð Nei, ég segi sannleikan Þú segir sannleikan? Ok Hvað er vandralegasta sem þú lendi á allri æfiðinni? Og þá, sko, þú hefur sagt frá ástabrifinu þegar þú varst þarna 4 ára allsber Hvað er það bara, hvað er það svona bara versta og vandral sem þú lendi í? Það er náttúrulega, ástabrif var ekkert vandralegasta sem lendi í Nei, þú er náttúrulega náttúrulega vesinni þú varst að vesinast á dýninni Já, nei, það var ekkert vandralegasta Það var bara vandralegasta þegar ég sagði frá því Það var vesinast á dýninni Ég bara veit það ekki svona fljótu bragði Já, ég held ég viti það Nú Hvað mennur, ertu hann að finna eitthvað? Ég er bara að hugsa hvað er vandrarlegasta sem ég lendi í Hvað ég líti að fá að svara því En Dino að trefar ekki svo vandrarlegasta Þú sagði mér bara fyrir, sko, þú sagði mér bara fyrir kortir Þú sagði mér bara fyrir viku síðan að þú varst að lendi í Nei, ég er ekki Nei, þú segir, við getum sagt allt Við erum á Ólasíði Þú veist, það skiptir engum manni, segðu það bara Hvað lendi hann í? Það var að lendi mjög, það var frekar hella Opnaðu þið blöð? Nei, ég vil ekki segja frá því út að Blöð, segðu það bara Erum við fann að fela hlutir? Þú er alltaf sagt, segðu það bara Nei, ég hef aldrei, já, ok Þetta er ekki nefn að þjóðun að hlusta, sko, slaka það bara á Segðu það bara Það gerist á flugvelli í Frankfurt daginn Ég var veislustjóri í Austuríki og þú ert að fara að segja bara frá þessu Það er góðari sálsáttíð viðkjönda veislustjóri í Austuríki, I like that Og ég flög frá Svíþjóð, ég fór úrslitaleikin í Evrópudeildinni og flög svo á 50 til ég var að fljúa til Frankfurt og þaðan til Innsbruck og lendi í Frankfurt og kom svo þar og fekk mér að borða eitthvað og svo verið pínu seinna var að fara að missa vélinni og þurfti að fara á klósetti að hægja mér nema það var svo löng röð á klósetti þannig að ég laumaði mér á fallaðarklósetti til þess að ég myndi ekki missa vélinni þetta er ekki eitthvað sem ég gerir dagstaglega að fara á fallaðarklósetti Þú veist ekki að vera míga eða eitthvað? Nei, ég var ekki að vera að pissa og svo fer ég þar inn og klára nema alltaf þegar ég er búin að þá styrtaði ég bara strax niður og svo skeini ég mér og ég tók svona Jána maður hvað það er nákvæmt Það er gleðið mig aftur fyrir og fann ekki, það var ekki hægt ít á neitt til að styrta svo sá ég svona rauðan spotta með svona trébút við liðina mér þannig ég tóstaði hann nema þá fór bara allt í gangin á klósettinu bara og eitthvað rödd, þýsk rödd sem kom á fullu og ég panika Ganz mittag einige Hamburger og ég er ekki að ljú þessu að ég byrja að svitna og til að drífa mig þá stóð ég upp og byrja að skeina mér alveg á fullu á milljón
Og þegar ég var að því standandi til þess að reyna að gera þetta hraðar þá opna 2 konur. Stóðstu upp? Já, bara til að reyna að flýta fyrir. Ég vissi að ég var búin að gera eitthvað montana og þá labba 2 konur inn bara og ég ætla að koma að hjálpa mér. Þá tók ég eitthvað svona neyðarspót og þær bara töluðu þýsku og ég var eitthvað að reyna að segja við þeim og ég labbaði. Varst þú bara í standandi skeinu þegar það lapp inn? Það var hræðilegt og ég veit að það var það sem varst að tala um. Það er eitt af fantasíum. Akkur sast ekki kyrr, alveg slagur, beðist eftir að einhver myndi labba þetta inn og sagði bara, sorry, þetta var bara ég klúðraði þessu. Ég kom fram og baðst innilega afsökun og sýndi þeim þessa flugmiðan hvað var í stutt í flugi og ég var að drífa mig og baðst innilega afsökun. Það var röð og hitt klósetti, sko. En byrju, hvernig er það? Má maður ekki fara á fatlaða klósett? Er það bara, Ég ætla að gera það ekki. Er þau heilug? Já, þetta er ekki jafn slæmt og leggja fatlaða stæðið, sko. Þetta er ekki jafn slæmt, sko, alls ekki. En þú var standandi að skeina það 2 konur gengin. Ég var að drífa mig. Já, þetta finnast ég hirt. Ég veit ekki okkur að ég held að hjálpa mér eitthvað. Og kom bjalla og okkur þjóðveri öskandi í kerfinni. Já. Það er stórgöslegt. Inn á baðinu. Egill, sannleikan eða kontor? Og ég ætli prósentuna. Prósentuna? Herðu, ánægði með hann? Hann bætti þessu við það, eitthvað nýrleikur, prósentan. Ok, þá ætla ég að taka bara á því prósentu. Nefnum ég ætla ekki að fara í Hvaða prósentu fær Steindi Junior þér? Frá 0 upp í 100? Bara Þetta er spennandi. Ef ég er með áhuga á kallmönnum sexually. Já. Ég hef alltaf litið á mig sem, hvað var ég alltaf að tala? Var ég ekki solid 8 á góðan degi? Ég veit ekki með hátölu. Ég er að gefa hann bara prósentu. Það er alveg hinskilið. Já, frá 0 upp í 100 bóðist. 0 upp í 100 á góðan degi? Já, 35%. 35%? Já, betur áttu ekki að hinskilið. Nei, herðu, Egill, ég er ekki 35%. Þetta þú að svara fyrir. Já, nei, nú ætla ég bara að stepp inn. Herðu, ég er ekki 35% á góðan degi. Egill, þegar ég er búin að hafa til. Já, nú er ég bara reiður. Egill, þú að reyna að vera trúður. Nei, Blöð var að spurja maður. Nei, vertu honest, hendur mér, ég er allavega 60. Jú. En skeggi, þú sagði daginn að skeggi var að gera helling. Ég skal taka upp hanska fyrir Steindi, hann er ekki 35%. Vorum við ekki að tala um ef ég væri fyrir kallmenn eða ekki og varum að, ég er ekki að tala um. Þú þarft ekki að vera fyrir kallmenn til að reyta mig. Ég er ekki 35. Sem vinur, bíófélagi og allt þetta 70-80%, alveg 100%, sko. Þetta er ákveðin skemmt. Það er ekki að ok, þú er búin að gera það til og svo nýtast að skrifa með upp í kannski 47-60%. Ekki mikið með 50%, ég fæ með 50%. 50%. Þetta er alveg skellur. Þú ert ósáttur þessu tölu? Ég er mjög ósáttur. Hvað helst það myndi segja? Ég held að myndi segja að ég væri 7-5. Hvað myndir að gefa Rikka? Richard Rikki svona 70%. Ok. Herðu, djöfull er þetta. Æja, herðu, heldur bara áfram. Ég þú átt að spyrja. Góða mér það? Já, það er komið með þér. Steinþór? Já. Sannleikar kontor eða prósentu? Já, ég ætla að segja kontor. Ok. Kontor? Yes! Já, ég nenni ekki prósentu. Ég var að hugsa að hann plísaði kontor. Já, ég er lettur að segja bara prósenta. Eins og þjóðin mann eftir fyrir ári síðan, þá sagði ég kontor sem var líklega mestu mistu gæfinnar því að mér var sagt að fara á nærbuksunar, ég ætla að ráfa hérna yfir götuna og banka á þetta litla krútlega hús þarna. Það var mjög óþægilegt. Já, er það væli yfir því? Það er ekki svo það hafi verið. Það var óþægilegt. Nei, það er ekki óþægilegt. Það var í hábjartan dag, ég var á nærbuksunum Steindór, það er bílar þetta fyrir þetta. Það var ekkert óþægilegt. Já, hörru, allar að rífa kjaft rétt á hann ég segi hvað það gera það. Og ég er með hugmynd. Þetta er svo rosalega auðvelt. Gerðu þetta sjálfur, Steindór. Nei, við finnum eitthvað nýtt. Það er ekki bara. Girtu niður þig right now. Nei, sko, ég myndi í gallaböksunar. Þannig í gallaböksunar. Ég ætla ekki að fara Nú er þetta bara seitt. Ég nenni ekki að fara að lappa einn bókinni yfir til nágranna. Sko, sér þarna, húsi nr. 20, hann einu megin, það var tómt fyrir ári. Mér síðan það var ennþá tómt. En sérðu húsi á milli þarna, það er eitthvað hvítt, það er eitthvað blátt, eitthvað bláa blöður á því eitthvað. Og það er svona stíi upp. Nei, það er innbrott. Ég get ekki farið. Það er opið á svalinnar, þú ert ekki að brjóta þinn, þú ert bara lappað upp hennan játstiga þarna og heilsað upp á þetta fólk sem er þarna. Ég ætla að breyta yfir í prósentu. Þetta er kontor. Og ég logga mér að blöðsnappið, þú ert að gera þetta núna, Steindór, ekki vera aumingi. Farið inn á FM 95 blöðsnappið og fylgist með þessum. Við ætlum að enda þáttin í dag á heitasta lagi landsins, það er Joey Cypher. Og já, ég held að flestir séu farin að kannast við þetta lag. Við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag. Við verðum mættir í bæinn aftur næsta föstudag og minnum á ballið, það er sveitafall með FM 95 blöð hér á, bara á Ólafsfirði í kvöld. Endilega tjekkja á því. Takk fyrir hlustununa og Steindi, þú ert að fara í kontor.
Það er blósnappið FM 95 bló. Takk fyrir okkur. Ég veit ekki hvort ég make it á